Í dag þriðjudagurinn 28. maí 2019 og hér fer fram 1295. fundur bæjarstjórnar Akraness. Til fundar eru mættir eftirfarandi bæjarfulltrúar: Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir hlutverki forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, en Steinar sér ritun fundargerðar. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundarins. Og áður en að við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar að bæta við með afbrigðum 3 málum á dagskrá. Það í fyrsta lagi mál sem hefur málsnúmerið 1811021. Þetta aðalskipulag Akraness M2 og snýr að breytingu á miðsvæði Akratól Kirkjubraut Stillholt. Og þetta verður dagskrárliður nr. 5 verður það samþykkt. Þeir sem samþykkja það að taka þetta mál inn á dagskrárfundarins gjöra svolítið gefamerki. Og það samþykkt af öllum fundamönnum. Í öðru lagi það mál sem hefur málsnúmerið 1807077 og þetta deiliskipulag stofnanareitur Kirkjubraut 39. Og verður þá dagskrárliður nr. 6 verður það samþykkt. Þeir sem samþykkja það að taka þetta mál inn á dagskrárfundarins gjöra svolítið gefamerki og það samþykkt 1990. Og í þriðja lagi mál sem hefur málsnúmerið 1903168 Dalbrautareitur, greinargerð, lagfæring. Og þetta verður þá dagskrárliður nr. 7 verður það samþykkt. Þeir sem samþykkja það að taka þetta mál á dagskrárfundarins og það samþykkt 1990. Og þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmerið 1902-203 og þetta skýrslur bæjarstjóra á árinu 2019 og fer nú Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri yfir helstu atriði í störfum sínum frá 27. febrúar 2019. Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Dagsfrétti skýrslu fyrir tímabilið 27. febrúar til 28. maí 2019. Langar að byrja að fara yfir þessa helsta sem að snýra skipulags- og umhverfismálum hjá okkur og svo kannski svona af því að það var svona ákveðin hápunktur þegar við tókum niður sementstrompinn og þá verður maður að minnast á hann enn einu sinni. En það var þetta sælla minninga ánægjuleg stund og búið að vera ánægjulegt hversu vel hefur gengið að halda áfram að vinna á þessu svæði og hvernig við erum búin að svona smátt og smátt að myndast þarna glæsilegt svæði sem verður ánægjulegt að hafa á Akranesi, jafnvel þó að uppbygging sé að fara síðan í kjölfarið þarna í gang. Við vorum sömuleiðis með íbúafund umhverfisstefnu síðastliðinn fimmtudag og það voru 40 manns sem að sóttu þingið það bil og var mjög góð stemning og Stefán Gíslason og Salome Hallfreðsdóttir sáu þingið og má vænta niðurstöðu fljótlega sem nýtist við gerð umhverfisstefnu Akraneskaupstaðar. Frístundamiðstöðin var síðan opnuð formlega við hátíðlega athöfn 11. maí og þar gengum við sömuleiðis frá rekstrarsamningu sem snúa að golfklúbbnum en ég alveg sannfærður að þetta mannvirki, reksturinn sem að Galító hefur opnað þarna að færa okkur alveg nýjar víddir á allan hátt í starfi bæjarins og frístunda möguleikanir
eru algjörlega ónýttir og við þurfum einmitt að virkja það inn í næsta haust þegar að svona starf golfklúbbsins mun hægjast á. Og svo verði ég að fagna því að við vorum að draga upp bláfánan og það í 7. skipti og nú þetta gert undir stýringu erlendis frá. Þannig að við fengum fánan bara sendan og sáum sjálfum athöfnina og það var enginn hér á Íslandi sem að mætti og var að kynna þetta en við reyndum að gera þetta glæsilega með góðum krakkahópi og var það bara mjög skemmtilegt í sólinni. Mér langar rétt að svona áður en að ég yfirgef skipulags- og umhverfismálin að fara yfir bara svona hvað í gangi í bænum. Það heilmikið og ef við byrja bara á því sem að snýra götum og stígum að þá hringtorgið klárt við Ólís sem margir kalla spæleggið og það farið að verða bara ansi fagurt og flott og margir ánægðir með það. Framkvæmdir við Esjubraut að hefjast og það búið að loka götum og hjáleiðir hafa verið virkjaðar. Íbúar á Akranesi fengu bréf framkvæmdina ásamt yfirlitsmynd af hjáleiðum á svæðinu og við erum einnig búin að vera að birta góðar upplýsingar á vefsíðu Akraneskaupstaðar. Í gær þá barst okkur ábendingar frá einu fyrirtæki sem að starfa á svæðinu sem að vill sjá okkur gera enn betur við að kynna þetta og svona tryggja það að þeir sem að nota þjónustu fyrirtækjana sem á svæðinu og það bara athugasemdir sem við erum nýbúin að fá í hús og mér finnst sjálfsagt að við vinnum úr því að bæta enn frekar þegar við fáum ábendingar fyrirtækjana þannig að þau verði ekki fyrir neinu raski á sinni starfsemi eða reyna að lágmarka það eins og hægt og það munum við vinna úr strax í fyrramálið. Stígur að frístundahúsi, þar erum við að vinna því að ákveða legu á honum og bjóða út. Við erum að undirbúa það að ákveða legu og bjóða út sömuleiðis stíg í Flóahverfi. Gatnagerð, þar erum við að huga að útboðsgögnum fyrir Flóahverfið og ætlum að taka götuna á breiðinni samhliða því. Svo erum við búin að vera að rýna nákvæmlega kostnað okkar í gatnagerðargjöldum og þar liggur fyrir að þegar við förum í uppbyggingu að gatnagerðargjöldin bendir allt til þess að þau þurfi eitthvað að fara upp á við og það svona framundan hjá okkur. Svo ætlum við að malbika planið við Vesturgötu 119. Hvað uppbyggingu menntastofnana varðar, þá búið að vera heilmikið í gangi, erum að klára útboðsgögn vegna breytinga innan hús í Brekkubæjarskóla. Í Grundaskóla verið að vinna útboðsgögn sem að snýra lausri kennslustofu. Leikskólamálunum þá vinnsla starfshópsins á lokametrónum og skýrslan sem að var komin þar, hún svona á síðustu dögunum sýnist mér að áður en að henni verið lokið og þá getum við farið að huga því að horfa til ákvörðunartöku hvað leikskólamáli varðar. Í íþrótta- og tómstundamannvirkjum þá fimleikahúsið í uppbyggingu eins og allir hafa tekið eftir og það auðvitað heilmikil framkvæmd sem við kallað á einhverjar breytingar og aðlaganir á veggjum og meira broti til þess að tryggja að þetta sé eins og nauðsyn krefur þannig að þetta sömuleiðis höfum verið að skoða í Keilunni fyrir Keiluna drög að kostnaðarmati sem var óskað eftir af bæjarráði nýverið að við myndum skoða hvað það myndi kosta nákvæmlega að gera breytingar á Vesturgötunni. Vinna starfshóp á Jaðarsbökkum starfshóp lokið og gerir ég ráð fyrir að framhald verði tekið á þessu ári hvað það ákvarðanir verða teknar í þessu svona þegar að vinna starfshóps í leikskólamálum liggur fyrir og við verðum búin að rýna í sameiningu fjárhagslega getu kaupstaðarins til uppbyggingar. Og svo auðvitað frístundamiðstöðinni lokið og við erum sömuleiðis að huga að uppbyggingu á reiðskemmin frá Dreyra og þar sóttust þeir eftir að fá að stækka á sinn kostnað Dreyri sem að við urðum við og það verið að undirbúa þetta. Hvað varðar uppbyggingu íbúabyggðar? Þá auðvitað heilmikið í gangi á Sementsreit og niður gengur gríðarlega
bara vel og það hefur verið að skoða það hvort að útfærslu á því hvernig á að fara í hugmyndasamkeppni fótspor Strompsins og það var skipulags- og umhverfisráð sem að vildi ýta því úr vör og það stemt að útfærslu á uppbyggingu á reitnum fljótlega en þar erum við að vinna svona nánari útfærslu eftir umræði í bæði skipulags- og umhverfisráði og sömuleiðis í bæjarráði. Vegagerðin síðan búin að taka nokkra fundi hér með starfsmönnum bæjarins þar sem að við erum að huga að útboði og uppbyggingu grjótvarnar og endurnýjun Faxabrautar og erum við að reyna að klára það eins hratt og mögulegt enda vegurinn núna Faxabrautin orðinn alveg einstaklega lélegur og farið að verða brýnt að klára þetta. Og svo búið að vera mikil vinna í skipulags- og umhverfisráði hvað skipulag varðar. Það til dæmis í Skógahverfi 2 verið að huga því að breyta einbýli í rað- og parhús og sömuleiðis það sem hefur vinnuheiti en munu örugglega enda á því að fá nýheiti en núna vinnuheiti Skógahverfi 3, 4 og 5 það sem verið að svona ljúka endurskoðun aðal skipulags þar og koma því síðan áfram til rýnis þannig að allir geti haft skoðun á því og það fer síðan í hefðbundið skipulagsferli og svo sömuleiðis Dalbrautarreiturinn svona að fara að hefja framkvæmdir ætti að fara að hefja starf fljótlega við erum svona að haka við nokkur loka atriði sem að snúa því það vissulega sömuleiðis verið að bjóða út hönnun á því rými sem að aldraðir eru að nýta sér. Þetta svona helsta sem snýr að íbúabyggð en þarna á Dalbrautarreit að sjálfsögðu líka íbúar eða íbúðir. Og svo það sem snýr að uppbyggingu vegna atvinnuþróunar, þá þetta deiliskipulagið Flóahverfi sem við erum að endurskoða. Veitur eru búin að ákveða að flytja á þetta svæði og við erum að rýna núna möguleika á því hvort að áhöldahús geti risið í Flóahverfinu en þeirri vinnu ekki lokið. Og sömuleiðis erum við að vonast til þess að ljósleiðaralögn á svæðinu öllu ljúki núna á næstu vikum og búin að vera töluverður þrýstingur á Mílu sem að heldur utan það verk að ljúka því. Og svo heilmikið í gangi á ýmsum svæðum. Það verið að skoða hvort að ætlum að fara að hrinda í gang framkvæmdum eða vinnu við að skoða gagnaver. Við erum að fara að skoða það eða klára vinnu við Smiðjuvelli. Það var að ljúka vinnu við deiliskipulagsbreytingu sem á Grenjum. Akraneshöfn nýlokið, hótelreitur við Kirkjubraut og svo erum við að skoða útfærslu á útboði sem snýr að pökkunarskemmunni, svo eitthvað sé nefnt. Og svo búið að vera í umræði í skipulags- og umhverfisráði útfærsla á því að N1 sem hefur haft áhuga á breytingum hér á Akranesi að þeir hafa verið að skoða hvort þeir að staðsetja sig á nýjum stað fyrir utan Akranes. Og svo ýmis uppbygging í gangi sem að tengist ferðaþjónustu. Við vorum að ljúka uppbyggingu aðstöðu við Langasand og Guðlaugu. Þar var verið að opna í fyrradag hús sem var keypt af golfklúbbnum og þá búið að koma upp klósettaðstöðu og betri starfsmannaðstöðu fyrir þá starfsmenn sem starfa þar. Og svo í uppsetningu hristitæki ásamt svona, við getum kallað pönnuvöll og svæðið verður jafnframt lagað í heild sinni og svona sett fullt af fallegum gróðri. Og það sömuleiðis hugmyndavinna hafin vegna hugsanlegs rekstur í tengslu við Guðlaugu en hún bara í algjörum upphafsfasa þannig að það ekki hægt að tala mikið það á þess stigi. Og á breiðinni síðan verið að huga að því að fara í gang með grjótvörnina sem á bakvið þjónustuhúsin og klára sömuleiðis útboðsgögn vegna þess styrk sem við fengum til að ljúka framkvæmdum á breiðinni. Og sömuleiðis þá vorum við að taka ákvörðun í skipulags- og umhverfisráði og sömuleiðis bæjarráði að vinna með
það að styðja við orkuskipti bifreiða. Þannig að gerir ráð fyrir að á næsta fundi bæjarráðs muni bæjarstjóra verða falið að framkvæma í anda þeirra samþykta sem hafa verið klárast áður, að huga að hleðslustöðum í samstarfi við Orkuveitur og Veitur sem verða svona á helstu almenningsstöðum, og gerum við ráð fyrir að það verði 4 staðir í upphafi sem munum byggja upp á. Og sá samningur felur einnig í sér að Orkuveitan, Veitur og Akraneskaupstaður þá að huga því að vera með styrkta fyrirkomulag fyrir fjölbýli, þannig að þau geti farið í uppbyggingu á hleðslustöðum. Hvað skóla og frístundamál varðar, þá var ársþing IA haldið 11. apríl og gengum við þar frá samningu milli Akraneskaupstaðar og IA. Annars vegar heildarsamning rekstur og samskipti kaupstaðarins og IA, og hins vegar leigu og rekstur heilsuræktarstöðvar í íþróttamiðstöðuna í Aðalsbökkum og á íþróttahúsinu við Vesturgötunni. Samningarnir hafa tekið gildi og sömuleiðis erum við þarna að ganga frá því að fara í mikilvægt samstarf við IA á þann hátt að framkvæmdastjóri þess mun vera í 30% starfi við uppbyggingu eða að gera okkur að heilsueflandi samfélagi. Svo finnst mér mjög ánægjulegt að starfshópur mötuneytismál hefur hafið störf, og ég ætla nú svona á persónulegu nótum að minnast á það að þegar ég spurði dætur mínar hvort ég ætti að taka að mér að verða bæjarstjóri á Akranesi fyrir 2 árum síðan, að þá sögðu þær með einu skilyrði að þú lagar matinn í mötuneytinu í grundaskóla. Og ég hef nú svona verið að grínast með þetta. Þetta maturinn ekkert alltaf vondur þarna, en börnin sjá þetta með sínum augum, og ég hef með miklar væntingur að ég ná að standa við lofurinn til barna minna í gegnum þennan hóp í mötuneytismálunum. En þarna þetta bæði verið að huga að því að skoða hagræðingu í innkaupum, samþættingu milli stofnana og síðan lýðheilsu markmið. Þannig að við séum í rauninni bara að gera matinn almennt betri og hollari. Svo Elsa Lára okkar, hún fékk starf sem aðstoðarskólastjóri í Brekkubæjarskóla, og ég ætla að nota tækifæri hér og óska henni sérstaklega til hamingju með það, og tekur hún við af Magnúsi Benediktssyni sem hefur gegnt þessari stöðu til fleiri ára. Samningar voru undirritaðir milli knattspyrnufélagsins og Akraneskaupstaðar Norðurálsmótið á dögunum, en þetta í rauninni bara framlenging á þeim samningi sem hefur verið gildi hér í mjög mörg ár. Enda þetta einstakt mót sem að dregur til bæjarins gríðarlegan fjölda ferðamanna, og Norðurálsmótið einmitt handan við horni núna 21. júní næstkomandi. Og Vallasel fagnaði 40 ára starfsafmæli 20. maí síðastliðinn, en Vallasel elsti starfandi leikskólinn á Akranesi, og sá fyrsti sem var byggður sem slíkur. Fyrstu árin eftir hann tók til starfa voru einungis 2 deildir í skólanum, en árið 1985 var 3. deildin opnuð, dagheimilisdeild, og byggt hefur verið 2 svar við hann og var lengi vel 3 deilda, en haustið 2004 var tekin í notkun nýbygging, en leikskólinn var 6 deilda með 140 börn og 40 starfsmenn. Og þá erum við núna að huga að ýmsu tengt hreyfiviku Ungmennafélag Íslands þessa vikuna, og þar erum við í samstarfi með aðildarfélögum IA og þessu heilsueflandi samfélagi að hreyfa þetta áfram í hreyfivikunni. Og á Akranesi hægt að þá að velja 18 viðburði, og allir gefa sína vinnu þannig að frítt að taka þátt fyrir alla. Það eru meðal annars farið í gönguferðir á fjallið, sjósund, flot og margt fleira, og hægt að sjá alla viðburði á skagalíf.is. Hvað menntamál var það, langar mig líka að minnast á viðtal sem ég fór í Skessuhorni á þessu tímabili sem fjallaði menntamál, og það var mikilvægt að koma umræða af stað menntamálin á Akranesi. Þar fyrirhugað að vera með íbúaþing núna í haust, sem að við viljum taka dýpri umræðum 4. iðnbyltinguna, þróun menntunar í landinu, og þetta viðtal vakti nokkra athygli. Þannig að við fengum ósk frá
skólanemnd Fjölbrautaskólans hérna á Akranesi að hitta þann hóp, en í því eru sem sagt allir kennarar ásamt nokkrum nemendum og mættu við þar í dag undirritaður bæjarstjóri og Valgerður Janusdóttir og fulltrúar frá öllum flokkum voru þarna því að það vakti auðvitað athygli kennarana að það væri áhugi hjá bæjarstjóranum eins og viðtalið birtist að það væri við tækjum við rekstri framhaldsskólans og opnuðum við þennan fund í dag á því að kynna fyrir þeim að þetta hefði verið kosningaloforð allra flokka að verða tilraunasveitarfélagi í rekstri framhaldsskóla, en fórum í rauninni að bæjarstjóri tók það að sér að kynna fyrir þeim sem þarna voru hverju voru svona helstu drifkraftanir á bak við það að við varum að vinna í þessa átt, og síðan komu ýmsar spurningar. Umræðanar voru beittar, en sömuleiðis þróaðist umræðan líka á mjög uppbyggilegan hátt og var gagnlegt að hlusta á þær ábendingar sem kennararnir höfðu og mun alveg klárlega nýtast okkur í þeirri vinnu sem að framundan er. Og þakka ég bæjarfulltrúum sem að svöruðu spurningum þarna, sérstaklega fyrir að taka mjög málefnalega á þessu máli og útskýra einmitt hvernig við horfum til framtíðar í þessu. Stjórnsýslu á fjármálasvið, þar ýmislegt í gangi líka sem að hefur drifið á daga bæjarstjóra og þar vil ég sérstaklega benda á breytingu á opnunartíma þjónustuvers Akraneskaupstaðar sem að núna er opið mánudaga til fimmtudaga frá 9 til 3 og föstudaga frá 9 til 2 og það er opið í hádeginu alla virka daga sem var ekki áður. Og það er ljóst að þessi breyting er greinilega að hafa jákvæð áhrif af því að síminn byrjar nú að hringja strax á slaginu 9 og margir íbúar nýta sér hádegi til þjónustu. Á þessu tímabili var ársreikningur Akraneskaupstaðar samþykktur og ég minni bara á hversu styrkum fótum við stöndum fjárhagslega enn einu sinni. Og við erum búin að vera að setja töluverða vinnu í það að enduropna bókhald bæjarins og við ákvaðum að slíta á öll tengsl við KPMG sem að hafði áður verið ráðgjafi okkar og ýmislegt sem að við vorum ekki sátt við þeirra vinnu þegar þetta var opnað á sínum tíma og við stefnum að því að opna þetta með haustinu og erum bara að vanda þetta mjög vel og höfum engar áhyggjur af því að það verði einhvers konar aðgangur að viðkvæmum gögnum þarna með að við mjög breytt verklag við hvernig við erum að vinna þetta. Og svo var útboð vegna trygginga Akraneskaupstaðar opnaðar nýverið og að fjalla málið í bæjarráði þann 16. maí og var vís þar lægstbjóðandi, en málið er til umfjöllunar á ný í bæjarráði næstkomandi föstudag. Og samstarfsverkefni sömuleiðis farið í gang með samstarfsverkefni þróun og frumgerð hugbúnaðar til sjálfvirkrar spurningasvörunar gegnum heimasíðu Akraneskaupstaðar og af því ég hef svona minnst á þetta verkefni áður hér í þessari pontu þá ætla ég að láta þetta duga hvað það verkefni varðar. Í velferðar- og mannréttamálum þá erum við að vinna langar mig að nefna tvennt. Það er Fjölliðina sem við fengum þetta gríðarlega áfall að þar brann húsnæði hjá þeim og bæjarráð samþykkti að gengi yrði frá leigusamningi við Trésmiðjan Akur leigu á húsnæði til ársloka 2020 og tryggja áframhaldi rekstur Fjölliðinar. En heildarútgjöld á árinu 2019 vegna leigu og nauðsynlegra breytinga á umræddu húsnæði áætlaðar 12,4 milljónir. Áætlaðar tryggingabætur vegna eldsvoðans áætlaðar 4,5 milljónir. Kostnaði vegna ráðstöfunar verður mætt með lækkun rekstrarafgangs á þessu ári og Fjölliðan á Akranesi þar vonandi erum við ná að vinna okkur mjög hratt í þá átt að þessir einstaklingar sem þar starfa og þessi mikilvæga starfsemi sem að þar fer fram geti hafið störf sem allra fyrst og farið svona komast aftur inn í þá daglegu rútínu sem að þeir
eða þau eru vön. Og við höfum sömuleiðis gengið frá kostnaði vegna leigu á húsnæðinu og erum svona að ljúka því sem að snertir tryggingabætur með TM sem við höfum verið með tryggingar hjá undanfarin misseri. Sömuleiðis erum við á lokametrónum við það að ljúka eða ganga frá samningi við Hvalfjarðarsveit þegar kemur að félagsmálum og öllum þeim pakka að fara í mjög ítarlegt samstarf og það til umfjöllunar í bæjarráði eftir að hafa verið fjallað það í velferðar- og mannréttarráði áður. Hvað menningarmál varðar, þá eru Írskir vetrardagar, það er búið að ljúka þeim sem svona smá uppbytun fyrir írska daga í sumar. Og föstudaginn 17. maí heimsótti sendiherra Indlands T. Armstrong Changsan Akranes í þeim tilgangi að færa bókasafni Akranes veglega gjöf sem voru hvorki meira minna en 37 glæsilegar bækur sem er hægt að sjá núna í bókasafni bæjarins, flestar á ensku og mjög áhugaverðar bækur þar inn á milli og ætla þeir að senda okkur einhverjar barnabækur sömuleiðis til þess að eiga hér þegar þið sáu að við vorum með slíkt safn sömuleiðis. Sumaropnun byggðasafnsins hófst síðan 15. maí og hæra fjölmargir hópar sem koma þar í heimsókn á safnið. Að lokum langar mig að fara í atvinnu og ferðamál en Akraneskaupstaður, Landbúnaðarháskóli Íslands og Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi stóðu fyrir glæsilegri ráðstefnu laugardaginn 23. maí síðastliðinn og ráðstefnan var með yfirskriftina nýsköpun, öflugt atvinnulíf og lifandi samfélag. Á henni voru mörg fræðandi erindi frá öflugum aðilum og hafa allir mismunandi bakgrunn og sýn á þessa þætti. Ég held að við getum sagt bara að þetta var einstaklega gott þing og margt sem að við getum nýtt okkur í framhaldinu hvað það varðar. Og það var sömuleiðis ánægjulegt að sá styrkur sem ég myndist á hér fyrr með breiðina að hann kom inn á þessu tímabili og náðum við með þessu fjármagni þá getum við farið að keyra áfram á það og svo var sumaropnunin hafin í Guðlaugu og Akranesvita og það búið að vera brjálað að gera sem einstaklega ánægjulegt og hafa úr því að við áttum samband við, fengum hingað til okkar á tímabilinu einstakling sem hefur hvorki meira minna en rekið Bláa lónið og mikla reynslu af rekstri slíkra staða og hún hefur komið þeirri ábendingu til okkar að það hefði verið annars vegar einstakt að sjá hversu vel að þessu staðið og hversu mikið búið að gera frá því að hún hafði heimsótt okkur nokkrum mánuðum áður og ekki var búið að opna en hins vegar að við erum að undirbúa okkur gríðarlega vel fyrir sumarið af því að hún var að spá því að við myndum lenda í miklum vandræðum ef við myndum ekki takmarka traffík í laugina og það var eitthvað sem við þurfum að huga að. Úr því ég myndist á uppbyggingar þáttinn áðan og þá hann líka gríðarlega mikilvægur og við horfum lengra áfram og skoðum hvernig við viljum sjá þetta mannvirki og allt svæðið þróast til framtíðar. Mér langar einnig að minnast á Faxaflóahafnir og það hefa verið í gangi undanfarið fréttir arðgreiðslur sem eru gagnrýnisverðar og þær arðgreiðslur geta ógnað að mati bæjarstjóra mín fjárhagslegri getu Faxaflóahafna til þess að geta farið í framkvæmdur á næstu árum og ég tel mikilvægt að þessi staðið í báðarlappir og með hendur á lofti til þess að verjast þessu máli á alla kanta og sömuleiðis þetta liður í því að við klárum það að hér verði uppbygging í Akraneshöfn ekki bara viðhald á núverandi mannvirkjum heldur áframhaldi uppbygging og ég veit að fulltrúar okkar inn í Faxaflóahöfnum, bæjarfulltrúi Ragnar og bæjarfulltrúi Ólafur, að þeir munu standa vaktina vel hvað þetta varðar þegar þetta verður rætt.
ég sömuleiðis langar mig að minnast á gerðardóm Elkem sem að birtist ekki í leiðinni viku, en við fengum fréttir af núna helgina, og þar eftir samskipti við forstjóra Elkem ljóst að það eru tækifæri til þróunar og uppbyggingar, en það sömuleiðis áhyggjuefni þær fréttir sem við fáum og þarna hafi verið að ræða verulegar hækkanir á verði til Elkem og verðlagningu, en svona tíminn þarf aðeins að leiða í ljós þegar við munum á næstunni eiga nánari samtal við forstjóra Elkem hvernig við eigum að svona hverju við eigum von á, og ég vona að það sé áfram björt framtíð hjá Elkem. Elkem heppið með það að því leit til að þar mikill leiðtogi sem að leiðir það félag með miklar hugsjónir fyrir þetta starf, og við þurfum að skoða með honum hvernig við getum stutt hann til athafna. Svo tók við nýr forstjóri hjá Norðurál og þar verður einmitt áhugavert að kafa dýpra og sjá hvort að það felur í sér einhverjar breytingar, og fundur fyrirhugaður með honum núna á allra næstu dögum. En ég held að svona það þurfa að skoða þessi orkumál í samhengi og sjá hvað áhrif það getur haft á hvort það muni hafa áhrif á atvinnulífið hér á Akranesi og bara möguleika fólks að hafa vinnu hér á svæðinu. Svo Spölur að ljúka sínu hlutverki, og þar hafa verið nokkri stjórnarfundir á síðustu vikum, og síðasti fundur í gær sem að reyndar var svona frágangsmálafundur og eini fundurinn sem bæjarstjóri náði ekki að sitja, en það aðalfundur núna í vikunni, og það verður svona síðasti naglinn í þeirri kistu settur en samhliða þessu höfum við verið að skoða möguleikann á því hvort það eigi að stofna félag sem geti skapa störf byggt á þeirri hæfni og þekkingu sem var hjá Speli, og fékk bæjarstjóri það verkefni frá bæjarráði fyrir nokkrum mánuðum síðan, og hefur hann verið að þróa það áfram og vonast til þess að vera tilbúið núna fyrir sumarið með þær hugmyndir og kynna það í bæjarráði. Þriðjudaginn 21. maí síðastliðinn tók ég á móti hópi háskólanemenda frá Háskólanum í Reykjavík og Háskólanum í Suður-Maine í Portland í Bandaríkjunum, og þetta var eitt af skemmtilegasta sem ég gerði á síðustu mánuðum. Það var einstaklega gaman að hitta þennan hóp. Við byrjuðum á að bjóða þeim hingað á Akranes, kynna þeim fyrir þeim bæjarfélagið, og í tengslu við þennan áfanga sem svona skipti áfangi milli þessara skóla, og að fá svona kröftuga nemendur sem eru meistaranemar hingað til þess að horfa á Akranes og möguleika til atvinnuþróunar bæði í tengslu við sjávarútveg og í ferðatengdri þjónustu. Og við tókum á móti hópnum í frístundamiðstöðinni við Garðavöll, og þau fengu þessar kynningar ferðaþjónustu, krabbaveiðar og heilsueflandi samfélag, og eftir að hafa mætt síðan til Reykjavíkur núna í Háskólanum í Reykjavík í dag, þá fengum við algjörlega magnaðar kynningar frá þessu fólki sem með mjög ólíkan bakgrunn, en fókuserað á nýsköpun og atvinnuþróun, og það ljóst að þeir nýsköpunar möguleikar sem að við höfum hér fyrir Akranes eru mun meiri en þeir sem að við almennt höfum verið að tala hér. Ég hef nú talið svo að ég sé nú þokkalega frjór hvað hugmyndir varðar sem bæjarstjóri, en ég held að við þurfum
að hlusta betur einmitt á svona fólk sem vel menntað og sér möguleikann á annan hátt og kemur frá öðru menningar heimi og horfir á atvinnulífið, en meira þetta síðar. Og að lokum þá hætti hjá okkur verkefnastjóri atvinnumála. Það var mjög leitt af því að við höfum fengið þar til okkar framúrskarandi einstakling, hana Siggu Steinu, sem hafði verið að vinna að ýmsum þróunarverkefnum hjá okkur í 6 mánuði, en hún var sótt af fyrri atvinnuveita, boðin framkvæmdastjóra staða við það að vera yfir Ísey skýrbar sem að fara í útrás á vegum kaupfélags Skagfirðinga og Mjólkursamsölunar, og það var einfaldlega tilboð sem að hún sá að hún gat ekki hafnað og þá farin frá okkur, og við erum svona að endurmeta það hvernig við viljum nálgast þessi atvinnuþróun og sköpun, og ætla ég að kynna þær hugmyndir í bæjarráði síðar í vikunni. En það auðvitað mikið framundan, bæði heilsutengd atvinnusköpun, gagnaver og möguleikar sem eru einstakir hér eftir samtal við Landsvirkjun fyrr í mánuðinum, Guðlaug, sementsreitur og sömuleiðis það sem snýr að flóarreitnum, svo eitthvað sé nefnt. Ég hef lokið máli mínu. Kæra þakkir, Sævar Freyr, bæjarstjóri, fyrir þessa góðu yfirferð, og þá opna forseti fyrir umræður skýrslu bæjarstjóra, og fyrstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, byrja á að þakka bæjarstjórana fyrir greina góða yfirferð. Ég get sagt það, ég var vakandi allan tíman. Mér langar til að víkja að þetta var auðvitað yfirgripsmikil mikið ræða hjá bæjarstjóranum, og við vitum auðvitað að hann situr ekki auðum höndum, hvorki daga eða nætur, fyrir okkur hérna á Akranesi. En mér langar til að taka upp atriði sem hann nefndi hér áðan, og það varðar málefni Elkem og reyndar kannski málefni Grundartanga í heild, og ég undrast í rauninni hversu litla umfjöllun í fjölmiðlum þessi ákvörðun hefur fengið núna. Það er ekki langur tími liðinn, en ég held að sé full ástæða fyrir okkur að hafa verulegar áhyggjur af þessari niðurstöðu. Það er ógreinilegt miðað við fréttaflutning, svo sem hvað þetta hefur í för með sér fyrir Elkem. 40 ára gamalt fyrirtæki einmitt að fagna 40 ára afmæli sínu núna í júnímánuði, og þetta var góð afmælisgjöf. Ég held að við hljótum að þurfa að velta fyrir okkur hvað áhrif þessi ákvörðun hefur á fyrirtæki. Við höfum ekki náð talið af fyrirsvarsmönnum Elkem, en þetta ekkert flókið í raun. Það er þannig að verð á orku einn af þeim þáttum sem að skipta gríðarlegu máli í rekstri framleiðslufyrirtækjanna á Grundartanga. Og fyrir okkur hér á Skaga þá er það nú þannig að við eigum, ég ætla ekki að segja allt undir að atvinnustarfsemi gangi vel á Grundartanga, en við þurfum ekkert að horfa mjög djúpt til að átta okkur á því að við fáum stóran hluta af okkar útsvari og okkar tekjum í gegnum þessa starfsemi. Þarna er að ræða fyrirtæki sem borga góð laun á íslenska mælikvarða og eru öflug og hafa tækifæri til vaxtar. Það sem til skiptana þá væntanlega svo mörgum krónum minna sem þessari hækkun nemur. Ef þetta eru verulega háar tölur, þá er þetta augljóst að fyrirtæki mun draga saman. Og það mun hafa áhrif á okkur hér. Ég vil ekki vera með neina dómsdagsspá það, en það klárlega eitthvað sem við þurfum að taka tillit til. Og mér svíður það sárt, verandi búin að eltast við pólitíkina á landsvísu málefni Grundartanga,
að alþingismenn okkar Íslendingar skuli ekki hafa meira áhuga á þessu og jafnvel nota tækifæri þegar þeir hafa tækifæri til að sparka í þessi orkufreku eða orkukræfu innan fyrirtæki. Tökum bara lítið dæmi. Elkem mun þurfa að skera niður í mannafla. Við eigum 60% af vinnuaflanum frá. Það kemur beint við okkur. Þeir munu spara í þjónustukaupum eða aðföngum. Við erum að mesta þjónusta þessi fyrirtæki með það. Það kemur beint inn á okkar borð. Mér reiknaðist til einhvern tímann þegar við vorum að skoða efnahagslegt mikilvæga grundartanga fyrir Akranes að útsvarið okkar, við fengjum það byrja 16% af útsvarinu okkar af þessu svæði. Þess vegna á þetta svæði að vera okkur gríðarlega hjartfólkið og við eigum að standa vörð það. Ég vonast til þess að samskipti okkar við stjórnendur Elkem, þó þeir megi gera verðið, leiði þó allavega í ljós hver framtíðar áform fyrirtækisins verða. Þangað til ætlum við að hafa smá hnút í maganum. En ég nefndi á hana að pólitíkin væri með ákveðin vonbrigði. Hún kannski ekki síst fólkin í því að það virðist vera sem stjórn Landsvirkjunar og kannski sérstaklega forstjórinn. Hann ákveði bara stefnu þessa fyrirtækis. Og nú spyr ég mig, við erum með pólitískjörnarfulltrúa á þingi. Við erum með ráðherra sem halda utan með þetta bréf. Það hlýtur að verða koma til kasta okkar að láta vita að þetta snýst ekki bara arðgreiðslur frá Landsvirkjun inn í einhvern þjóðarsjóð eða safna einhverjum fjármunum í sjóði. Þetta snýst líka það að það ákveðið tilskiptan af fjármunum og við viljum ákveðna hlutdeild í þeim fjármunum. Það sem að Landsvirkjun tekur til viðbótar, það hverfur af þeim hlut sem við erum með. Það hverfur ekki að neinum öðrum hlut. Þannig að Landsvirkjun getur ekki ákveðið þetta í tómarum, að mínu mati. Og við eigum að stíga fast niður, við eigum að láta í okkur heyra, við eigum að ræða við okkar pólitíkusa og krefjast þess að þessi fyrirtæki fái sanngjarna meðferð. Við höfum ofta rætt það að þessi samningar sem liggja til grundvallar raforkuverðinu eru þetta pínlítið barnsins tíma. Þetta voru samningar sem voru gerðir þegar við vorum kannski ekkert sérstakri samningsstöðu gagnvart fyrirtækjunum. Enga síður má segja með sanni að orkufrekur iðnaður á Íslandi hafi byggt upp raforkukerfi Íslendinga og þær virkjanir sem við höfum reist. Það hefur engin annar borgað þær. Ég treysti því að í framhaldi hér munum við taka þetta mál upp í bæjarráðinu og síðan reyna að setjast niður með fyrirsvarsmönnum Elkem og heyra ofan í það framtíðar áform fyrirtækisins og hvort það séu einhverjar blikur á lofti hvað okkur varðar. Ég vil líka nefna það að samningur Norðuráls orku, hann rennur út innan ekkert mjög langs tíma og það einfaldlega þannig að þetta eru fyrirtæki sem taka ákvarðanir framkvæmdir að opna nýjar verksmiðjur og loka verksmiðjum alveg á því hvað okkur finnst. Þannig að það skiptir máli að þessi fyrirtæki hafi þó allavega einhver forskot við það að vera á Íslandi. Það kann að vera forskot sem fólkið í því að þau eru að nota endurnýjanlega orku og þess vegna sé æskilegt að vera á Íslandi og það sé möguleiki að borga hærra verð fyrir orku. En það var í upphaflegum markmiðum Landsvirkjunar að skapa þessum fyrirtækjum samkeppnishæft umhverfi á Íslandi þannig að við gætum keppt við það að verksmiðjur risu annars staðar í Evrópu og því forskoti verðum við að halda. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og orðið laust og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða.
Ég vil líka, eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, byrja að þakka bæjarstjóra Sævari Frey Þráinssyni fyrir mjög greinargóða yfirferð og fyrir hans störf undanfarnar vikur og veit að það mjög mikið á hans könnu að sinna málefnum bæjarins og geri það vel. En ég vil eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fara hérna örlítið ofan í vangaveltu mínar hvað varðar gerðardóm Elkem sem að kom í síðustu viku og síðustu helgi heyrði ég í einmitt forstjóra Elkem, honum Gesti, og þar sem að vorum að ræða næstu skref. Eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson þá hefur maður ekki upplýsingar nákvæmlega það hvað þetta þýðir. Við höfum ekki fengið upplýsingar nema þá úr fjölmiðlum og svona ekki alveg skýr svör hver áhrifin eru og hvað eigi til bragðs að taka. En það sem búið að ræða að við hér í pólitíkinni munum hitta hér á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit að hitta forsvarsmenn Elkem og fara yfir stöðuna, hvernig við getum tekið höndum saman hér þessi sveitafélög sem að liggja bæði auðvitað sveitafélagi sem að Elkem í og við sem höfum mikilla hagsmuna að gæta hvað varðar þessa starfsemi með fjölda íbúa sem að starfa innan fyrirtækisins, hvernig við eigum að taka höndum saman og hafa áhrif, gera allt sem okkar valdi til að hafa áhrif á eigendur Landsvirkjunar og þar með auðvitað, eins og maður segir, pólitíkina, landsmálin. Mér finnst í rauninni með ólíkindum hvernig sumir alþingismenn hafa leyft sér að tala. Þegar þeir labba inn í fyrirtæki eins og Elkem, eins og ég hef orðið vitni að og heyrt með bara mínum eyrum að þetta sé bara fyrirtæki sem eigi að loka. Að við eigum að nota orkuna sem innan þessa fyrirtækis í annað. Og það hefur fólk sem starfaði á Alþingi, ekki þar lengur, þessi aðili sem ég heyrði þetta segja, sagt þetta inn í matsal Elkem þegar við höfum verið á ferðalagi í mína fyrra starfi og fara og hitta fólk. Mér finnst þetta mjög ábyrgðarlaust og við erum að horfa að þarna eru 100 manns vinna, afleidd störf enn fleiri. Þetta skiptir okkur sem samfélag hér gríðarlegu miklu máli, hefur bein áhrif á bæjarsjóð. Það eru ákvarðanir sem geta orðið þarna. Þannig að ég hef oft orðið gríðarlega hugsi þegar ég heyri málflutning sem þennan. Við erum með þessi fyrirtæki og við verðum að hlúa þessum fyrirtækjum eins og staðan þau eru hér til staðar, það fólk sem vinnur þarna og eftir samtal mitt sem ég veit að fleiri bæjarfulltrúar áttu líka og bæjarstjóri við gest forstjóra Elkem að eins og ég sagði hér áðan að þá var talað það að væri mikilvægt að við myndum hittast fljótlega, eiga fund það hvað þetta þýðir, hvaða áhrif þessi gerðardómur hefur á samfélagið okkar, hvernig forsvarsmenn Elkem sjá fyrir sér að geta nýtt sér niðurstöður gerðardómsins til áframhaldandi uppbyggingar, til áframhaldandi jafnvel nýrar sýnar eins og þeir hafa verið að tala hvað varðar til dæmis nýsköpun, hvernig þeir eiga að halda áfram nýsköpun og framleiðslu inn í það að með það markmið að minnka kolefnisfótsporið og annað slíkt, að hvernig við getum unnið að þeim markmiðum, standa vörðum starfsemina og sækja fram. Það held ég að við gerum með það að snúa all bökum saman með þeim sem þarna eru
með því að herja á landspólitíkina, þar með á Landsvirkjun, og við bara notum tækifærið og vinnum þetta þannig, því að það skiptir máli að við stöndum saman. Þetta skiptir máli på verðmætasköpun í okkar samfélagi hér, og ekki bara okkar samfélagi hér, heldur bara almennt séð. Það skiptir máli að halda út í atvinnu í landinu til þess að við getum átt fyrir ýmissi uppbyggingu sem við þurfum að fara í. Ég held líka að það væri gott að við eigum þennan fund sem við munum eiga með forsvarsmönnum Elkem, að við munum, eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson talaði að taka þetta áfram inn í bæjarráði, þegar við vitum nákvæmlega, sem vonandi mjög fljótlega, hver áhrifin eru og hvað þetta þýðir, að við greinum alla þessa þætti. Ég held líka að það væri gott fyrir bæjarráð eða bæjarstjórn alla að hitta nýjan forstjóra Norðurál. Við eins og bæjarstjóri fór yfir áðan, þá hefur verið að reyna að finna fundartíma í það og hvernig þeir sjá hlutina fyrir sér og hvað þar í pípunum, en ég óska þess hér og nú að við setjum málefni Grundartanga, Elkem, Norðuráls á dagskrá bæjarráðs næstkomandi föstudag, og við eigum áfram samtal þar inni sem setjum þar og ræðum næstu skref. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ása Lára Arnardóttir. Orðinu en laust skýrslu bæjarstjóra. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Byrja því að þakka Sævari Frey Þráinssyni bæjarstjóra fyrir sitt erindi. Það var farið víðan völl og segir okkur það enn og aftur að hann hefur nóg að sýsla alla daga, og færi ég honum mínu bestu þakki fyrir sitt framlag í þessu. Ég var svona að flestu sammálunum í því sem hann kom fram með hér, og en ég að spá í bara eins og þetta erindi sem Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi kemur með hér inn. Ég lýsi bara áhyggjum yfir í rauninni hversu hljótt þetta hefur farið. Ég hef ekki mikið heyrt af þessu. Það var teiknuð upp hér ansi dökk mynd sem gæti og ef og kannski gæti orðið, og ég verð nú alveg að segja það að ég nú með pínu hnút í maganum yfir þessu, og ég held að það sé ekkert eftir neina að bíða að reyna að teikna upp ólíka sviðsmyndir, af því að það pínu erfitt líka að bara að þetta svo allt í einu staðan og við þá ekkert farin að vinna að hlutunum. Og ekkert þá kannski viðbúin í rauninni því sem að gæti og ef og skildi. Þannig að það ég held að sé gott að gera eins og formaður bæjarráðs nefnir hér, að taka þetta inn á fund bæjarráðs. Og ég held að sé gott mál inn í þá umræðu að fá bæjarfulltrúa Ólaf Adolfsson inn á þann fund, þar sem hann nú í ólaunuðu starfi sem formaður þróunarfélags á Grundartanga, fulltrúi minnihlutans í því, en einu fulltrúi samt Akraneskaupstaðar, og hann hefur lagt alveg líf og sál í því að koma þessu verkefni og þessu starfi á stað á síðasta kjörtímabili, og ætla ég bara að leyfa mér að segja að hann hafi bara sýnt líka hugrekki í því að bara halda áfram í þessu starfi eða í þessu verkefni að verandi í minnihluta. Og ég held að við sem sitjum í bæjarráðinu verðum að boða hann inn á þannan fund, af því hann margvísari en við í þessum efnum. Og ég ætla einnig að lýsa yfir áhyggjum mínu með Faxaflóahafn og stöðuna þar. Það bara annar hnútur sem að maður fær í magann. Og ég vona það að fulltrúi okkar í stjórn
aðalmaður Ragnar B. Sæmarsson sé að stíga fast í jarða þarna og hann hefur mikinn styrk af Ólafi Adolfsssyni sem er fráfarandi aðalmaður í Faxaflóahöfnum og áheyrnarfulltrúi í dag og þannig að hann standur nú ekki einn þarna en það verður líka bara einhvern veginn að segja það í báðum þessum málum að hver ætlar að leiða þessi verkefni fyrir okkur. Við verðum að slá fast og það verður að vita hvar ábyrgðin liggur að mínu mati. Að lokum þá kannski bara svona í léttari hjala því þetta nú pínu útfara stemning og svolítið svona þung og erfið mál að þá langar mig að hrósa fyrirtækinu sem að sér niðurrifið á Sementsreitnum Work North. Þetta algjörlega til fyrirmyndar og eins og var nú undirritaður samningur í desember 2017 minni mig að þeir myndu taka þetta verkefni að sér og við bæjarfulltrúar í minni og meirihluta þurftum gjörsamlega að verjast þessu með kjafti og klóm af því að einhver saga var þarna á baki en hagstæðasta tilboðið var tekið og þeir hafa algjörlega sannað það að þeir haftu þetta verkefni algjörlega skilið og hafa sinnt þessu með þvílíkum sóma og kannski að lokum að þá eins og við að benda á daginn hvort það ætti nokkuð að byggja á þessum reita þegar loksins var komið skíðabrekka á Akranesi en hún verður væntanlega bara í einn vetur eða svo, kannski 2 sjáum til, takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég fer að fordæmi kollega minna og þakka bæjarstjórunum fyrir góða og ítarlega skýrslu. Það ýmislegt að gerast sem gott. Ég tek líka undir með þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa talað og bæjarstjórunum að það eru greinilega blikur á lofti og ég fæ líka hnút í magann. Það skiptir okkur verulega miklu máli að starfsemin sem inn á Grundartanga haldi áfram að vaxa og dafna. Það ekki bara þeir sem þar starfa eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fór svo mjög vel yfir, heldur þjónustufyrirtækin í bænum byggja mörg hver kjölfestuna í sinni starfsemi á viðskiptum sínum við þessi fyrirtæki. Ástæðan fyrir því að þau í rauninni mörg hver eru til og geta í rauninni lifað af ýmist árferði að þau hafa miklar tekjur af því að vinna fyrir þessi stóru fyrirtæki inn á Grundartanga. Þannig að þetta grafalvarlegt mál fyrir Akraneskaupstað ef að það stefna Landsvirkjunar og ég ætla nú bara að nota stór orð, að leggja niður stóriðjuna á Grundartanga. Vegna þess að það auðvitað bara þannig að stóriðjan á Grundartanga og hennar samkeppnisforskot felst náttúrulega fyrst og fremst í því að það að við getum verið að framleiða hér vörur á Íslandi og flytja út til annarra landa felst í því að við erum að bjóða upp á raforkuverð sem samkeppnishæft. Við þurfum bara að horfa á þetta eins og þetta er. Og ef við ætlum að fara að hækka þetta raforkuverð upp úr öllu veldi, þá starfsgrundvöllur þessara fyrirtækja orðinn erfiðari. Það nokkuð ljóst. Þannig að við þurfum að standa vaktina
hér við þetta borð og í samstarfi við nágrannasveitarfélögin og tryggja það að þessi starfsemi verði farsæl áfram. Þá varðandi kannski fundin sem að bæjarstjóri vika aðeins að áðan í morgun sem við áttum í Fjölbrautaskóla Vesturlands og sneri að í rauninni grein sem eða viðtali sem birtist við Sævar Þráinsson bæjarstjóra í Skessuhorni ekki fyrir svo löngu í rauninni menntastefnu Akraneskaupstaðar og svona hvert við viljum halda inn í framtíðina og þetta var mjög góður fundur og gagnorður sem bara hollt og gott. Það voru skiptar skoðanir það hvort að bæjarfélagið eigi að taka að sér rekstur framhaldsskóla og svo framvegis en það sem að mér fannst kannski gott og var samhljómur að það vilja allir aukið samstarf milli skólastiga þeirra skólastofnana sem eru reknar hér á Akranesi og ég held að það sé bara ákveð tækifæri fyrir okkur að stökkva á og nýta sem berundi báða vangi að bara skella í það að við búum til vettvang sem að er þá fjármagnaður þannig að það sé hægt að vera með eitthvað alvöru samstarf og til þess að við getum tekið skrefin í framtíðina þarna og til í rauninni bara heilla fyrir kannski fyrst og fremst börnin okkar og þetta er samfélagi í heild sinni þannig að ég ætla að taka þetta mál áfram á vettvangi skóla og frístundaráðs og halda því á lofti að þarna þurfum við að stíga til jarðar og bara grípa boltan sem að í rauninni var kastað til okkar. Þá langar mig aðeins til að nefna Fjölliðina og bara þakka bæði bæjarstjóra og formanni skipulags- og umhverfisráðs fyrir í rauninni snara snúninga og öðrum starfsmönnum bæjarins sem komu að þessu máli. Þetta er auðvitað áfall í svona starfsemi og ég þekki það nú af eigin raun hversu í rauninni mikilvægt þeim einstaklingum sem þarna vinna að hafa kjölfestu í lífinu og þannig að ég var virkilega ánægð að sjá hvað viðbrögðin voru hröð af því að þetta er auðvitað eitthvað sem að enginn er búinn undir í amstri dagsins og bara hlakka til að koma og skoða starfsemina á nýjum stað og þá tek ég undir líka með bæði bæjarstjóra og bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir varðandi Faxaflóahafnir ég átta mig ekki alveg á því hvernig menn hugsa þetta hjá Reykjavíkurborg að ætla að fara að vera að reka Faxaflóahafnir sem eitthvað arðgreiðslufyrirtæki í stórum stíl ég set spurningamerki við það og velti þá líka fyrir mér ef að sú er raunin, þú veist, er það þá gott fyrir Akraneskaupstað að vera partur af þeirri jöfnu. Það er eitthvað sem við þurfum þá að velta fyrir okkur. Og svona bara í lokin að þá þetta eru margir góðir hlutir að gerast svo við séum nú ekki bara öll í svartnættinu stanslaust. Þú veist, eins og bæjarstjóri fór yfir frístundamiðstöð, reiðhöll, fimmleikahús, strompurinn farinn, uppbygging á sementsreit framundan, fullt af góðum málum sem hafa lengi verið í bígerð og gott að sjá að við sjáum til lands í þeim öllum. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Næstur á mælendaskrái bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég vil byrja kannski að nefna Elkum. Ég deili alveg sömu áhyggjum með öllum hér. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt svæði, mikilvægur vinnustaður og það svæði þarna frá. Ég vann þarna sjálfur í nokkur ár og þetta er góður vinnustaður og gríðarlega mikilvægur. Og eins, ég er bara líka ekki alveg viss um það hvort allir gerir sér grein fyrir því bara, þú veist, að við hér gerum okkur sér grein fyrir því, en hversu rosalega miklu máli hann skiptir ekki bara þeir starfsmenn sem vinna þarna, heldur bara, ég til dæmis held að það séu mjög fáir iðnaðarmenn hérna Akranesi seppetir eða starfi fyrir þá. Það er til dæmis bara mér til efs að það sé hér á Akranesi vélsmiða eða blikksmiða sem bara byggir ekki meirhlutana sinni starfsemi í kringum þá Elkem og Norðural og þau fyrirtæki sem þarna frá. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að við gerum allt sem við getum til þess að styrkja þá og aðstoða og þetta endi farsællega. Þeir eru eins og bæjarfulltrúi Óla Adolfsson að halda upp á 40 afmælið sitt núna 1. júní og þetta er ekki mjög skemmtileg afmælisgjöf, en vonum bara að þetta endi vel og þeir verði hér næstu 40 ár verði þeim jafn farsæl. Þegar ég hóf minn starfsferil þá var mikið niðursveifla og miklar hreinsanir og mjög erfiðir tímar, en síðan hefur það stigið upp aftur, en vonum að þetta verði ekki mjög djúplægð. Ég vil bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á mjög góðan fund sem fórum á í Fjölbraut í morgun. Ég vil bara nýta tækifæri og taka undir allt sem hún sagði. Mér finnst við höfum tækifæri núna til þess að auka þetta samstarf og við eigum hellingsmöguleika þó að hafa kannski allir verið samfærið þarna inni, en möguleikarnir eru sannlega til staðar og allavega tækifæri til samtalsins og eins og bæjarstjóri kom inn á í morgun að þá er fyrsta skrefið að tala saman og svo sjáum við hvað kemur út úr því. Ég held að það sé bara öllum til góða. Sandra Margrét nefndi líka Fjölliðuna. Mér finnst bara það er frábært að sjá að þetta starf er að komast á fullt hjá þeim. Ég fór sjálfur upp yfir í dag og það er mikið stemming og mikið gaman og allir að hjálpast að og en það er bara frábært að þetta er komið á fullt skrið. Svo kom bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir inn á þessa stöðu sem er í Faxaflóahöfnum og líkt og hún og aðrir þeir sem hafa komið hér upp á teðasviðmynda þá deili alveg þessu sömu áhyggjum og þetta er náttúrulega mjög sérkennileg staða sem komin upp, annars vegar þessar arðgreiðslu hugmyndir Reykjavíkurborgar og það náttúrulega eru búin að nú þegar leiða þetta kemur út, þá eru náttúrulega farin að birtast greina þar sem menn eru að benda á þetta misræmi að þjónustufyrirtæki líkt á Faxaflóahafnir ætli sér að greiða út 100 milljóna í arð frekar það er að fara að lækka gjaldskrár og það er náttúrulega mjög skakt. En hún velti líka fyrir sér hver myndi leiða þessa vinnu. Eins og kom inn á þá er ég aðalmaður í stjórnanda, en ég hef líka Ólaf Adolfsson með mér og okkar samstarf hefur verið gríðarlega gott og í þessu máli höfum við líka unnið mjög náið með Sævari Frey bæjarstjóra og ég er bara full að trúa því að við munum sigla þessu máli í höfn og hér hefist framkvæmdir og menn beygja þessari stefnu því að ég held að þetta sé engum til góða. Félagið þarf að eiga mikið fé og þarf að standa styrkum fótum. Það eru gríðarlega kostnaðarsamar framkvæmdir framundan, bæði hér og við Sönduhöfn og Reykjavíkurhöfn og það er verið að smíða nýjan dráttarbát og það eru bara póstar inni sem kosta gríðarlegt fé og þeim má ekki að dæla út í ykkur gæluverkefni fyrir eigendur. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið enn laust skýrslu bæjarstjóra. Það bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég vil byrja á að þakka bæjarstjóra Sævari Frey Þráinsinni fyrir mjög svo ítarlega yfirferð á því sem gert hefur verið hérna síðan í lok febrúar. Það hefur verið margt mjög gott og af öllu tagi. Mér langaði bara að koma upp og viðra líka áhyggjur mínar af stöðu mála á Grundartangasvæðinu. Ég í raun kannski kynnist Elkem sem fyrirtæki ekkert svo mikið fyrir en bara núna í vetur sem bæjarfulltrúi, aldrei komið þarna fyrr en auðvitað bara eins og flestir hér. Það er ekki fullt af fólki sem hefur unnið þarna. Og mér já, þetta er eitthvað sem við verðum alveg augljóslega að setja mikinn kraft í að já, bara passa upp á þetta. Þeir reka alveg sérstaklega góða starfsmannastefnu held ég. Eiga fólk sem eru unnið þarna lengi og hugsa vel það og allavega þeir sem ég þekki og hafa unnið þarna tala gríðarlega vel fyrirtækið, þannig að okkur er augljós akkur í því að það verði þarna áfram. Og hér hefur vel verið farið yfir afleidd störf og allt slíkt og við hefum greinilega mikið undir öllu þessu svæði og ég treysti okkar forystufólki hér til þess að keyra áfram samtalið og vonandi verður niðurstaðan góð. Ég vildi líka nefna fjölliðina og framgang okkar fólks í því máli. Það var náttúrulega afar dapurt að þetta skuli hafa komið fyrir eina af okkar stofnunum og eina af okkur svona dýrmætustu stofnunum því að þetta starf sem þar er unnið er ómetanlegt og sérstaklega fyrir það starfsfólk sem þar vinnur. Þetta eru dýrmæti starfskraftar fyrir okkur sem samfélag og hraðinn á því máli og öll sú vinna er alveg til fyrirmyndar. Einnig talandi til fyrirmyndarfrágangur á svæðinu á Sementsreitnum. Ég var einmitt í heita pottinum í gær, gripin þar glóðvolg og þar voru hjónum 70 sem voru bara, nei, nú bara byggið ekki hús á þessum reit. Þetta er svo fínt, þetta er svo flott, við ætlum bara að hafa þetta sem svona dásundar fallegt grænt svæði. Og bara gaman að fólk hafi sínar skoðanir á því. Við viljum nú kannski samt byggja eitthvað upp þarna en pössum upp á að þarna verði nú kannski einhver grænn reitur innan reits og er í skipulagi nú þegar. Fjölbraut, ég var ekki á títtnefndum fundi í morgun en hlakka bara til að samtalið fari áfram í þessum málum. Ég trúi því að við á Akranesi berum gæfu til þess að gott starf sé á öllum skólastigum. Held að það væri bara ofboðslega farsælt að fá það í okkar hendur að hafa það líka á fjölbrautaskólastiginu. Það leiti ætla ég að þakka öðrum bæjarfulltrúum fyrir mjög góða framsögur áhyggjur sínar og góða lýsingar og þekkja mjög vel til Grundartangasvæðisins og þeirra mála sérstaklega bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og já, takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða skýrslu bæjarstjóra, það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Og svo Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara að koma hér örlítið og að bara ítreka það að það er mikilvægt að taka málefni Grundartangasvæðisins, Elkem og á fund bæjarráðs núna á föstudaginn og síðan fekk að við tökum stöðun í Faxaflóum upp jafnframt á sama fundi og fáum á þann fund aðtökum hvort að bæjarfulltrúarnir, okkar fulltrúar inni í Faxaflóahöfnum geti mætt á fund hvað varðar Faxaflóahöfni. Það eru þeir
bæjarfulltrúi Ragnar Baldvin Sæmundsson og Ólafur Adolfsson, og hvort að Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi geti verið með okkur undir því hvað varðar Grundartangasvæði. Það væri okkur mjög mikilvægt að hafa þessa aðila með okkur og taka samtalið og hvernig við viljum teikna upp okkar aðgerðaráætlun og vinnu tengda þessu. Hvað var að Faxaflóahafnir, og þetta einstaklega mikilvægt líka vegna þeirra umræðu sem hefur verið uppi innan stjórnarinnar, og sérstaklega við verum verið að horfa á þær greiningar sem hafa farið fram hér innan bæjarins hvað varðar fjárframlög til Akraneshafnar, og til dæmis síðan hvað það líka varðar landaðan afla á undanförnum árum hér á þetta svæði, og við tökum þetta allt með inn í reikningin. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða skýrslu bæjarstjóra? Svo er ekki, og er hún þá hér með framlögð. Og við förum í annað mál á dagskrá þessa fundar. Það hefur málsnúmerið 1905-250, samningur rekstur Garðavallar. Samningur Akraneskaupstaðar og golfklúbbsins Leynis var samþykktur á fundi bæjarráðs þann 16. maí síðastliðinn og vísar ráðið samningnum til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Og orðið er laust samningur rekstur Garðavallar. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Við erum hér að ræða dagskrárlið númer 2 á þessum fundi, samningur rekstur Garðavallar. En eins og framkom hjá forseta þá samþykkti bæjarráð þennan samning milli Akraneskaupstaðar og golfklúbbsins Leynis á fundi bæjarráðs þann 16. maí síðastliðinn. Og samkvæmt samningnum leggur Akraneskaupstaður golfklúbbnum Leyni árlega framlag til rekstur golfvallar að fjárhæð eða upphæð 6,1 milljón. Og þessi upphæð skal greiðast samkvæmt þessum samningi 1. maí ár hvert. Og þetta er miðað við neysluvísitölu til verðtryggingar í maímánuði 2019 og á að taka breytingum samkvæmt henni í janúar ár hvert á meðan þessi samningur er í gildi. Og þessi samningur gildi frá og með 1. janúar núna 2019 til 31. desember 2021 og framlengist óbreyttur til 3 ára í senn. Hafi honum ekki verið sagt upp af öðrum hvorum samningsaðila með 6 mánaða fyrirvara. Og þegar og ef að þessi samningur er samþykktur hér í bæjarstjórn þá fellur fyrir rekstrarsamningur samningsaðila frá 28. október 2005 úr gildi eða leið þessi samningur, já. Og enn og aftur þá langar mig að þakka öllum hlutaðeigandi fyrir frábært starf í uppbyggingu á þessu frábæra mannvirki sem frístundamiðstöðin er, og það er bara frábært hversu vel allar áætlanir stóðust, og þetta hefur margoft verið rætt hér í ræðustól bæjarstjórnar að upplýsingagjöf var til fyrirmyndar, og bæjarfulltrúar hafa komið að því líka að það væri mikilvægt að upplýsingagjöf sem þessi ekki ætti sér stað við fleiri og aðrar framkvæmdir innan kaupstaðarins, að við fáum mánaðarlegar upplýsingar gang verkefnisins, og þetta hjálpar öllum hlutaðeigandi og fólki sem þarf að vera inn í málunum að halda utan hlutin og hafa puttan á púlsinum. Mér langar líka að því að við höfum verið að tala þetta er frístundamiðstöð og þarna er mikið að vera, að mér langar að vekja athygli á því að til dæmis þá var velferðarsvið Akraneskaupstaðar á dögunum með námskeið. Skólarnir voru með sátu í frístundamiðstöð morgun og daginn, starfsmenn skólana ákveðin hluti þeirra, og sótti málþing skólaforðun sem var frá Samband íslenskra sveitarfélaga var með. Það var verið að nýta aðstöðinni frístundamiðstöðin til þess og síðan auðvitað íbúaþingið umhverfismálin. Þannig að eingöngu örfáum dögum höfum við náð að nýta þetta húsnæði gríðarlega vel fyrir starfsemi hér á vegum bæjarins, og greinilega mikilvæg viðbót við okkar annars fínu húsaflóru, ef maður getur sagt það. En síðan er þetta bara fyrir utan allt þetta, og ég er alveg viss það að það sé margt fleira sem á eftir að nýta þetta. En
Og fyrir utan þetta þá eru samkvæmt upplýsingar sem ég fekk að það eru 12-14 mann sem koma og heimsækja Garðavöll ár hvert og þetta eru bara upplýsingar sem komu mér talsvert óvart að því ég er nú ekki góð í golfi og fer lítið í golf og það er kannski ástæðan fyrir að ég sé ekki mjög góð í golfi. En og mér langar bara til að segja enn og aftur, þetta er bara vel gert og til hamingju Skagamenn og til hamingju allir sem að þessu komu og takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og orðið er laust. Samningur rekstur Garðavallar, það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveð hlýða. Við ræðum hér samning við golfklúbbinn Leyni og ég ætla bara að taka undir flest af því sem að formaður bæjarráðs fór yfir hér áðan. Þetta er virkilega ánægjulegt og og það er líka ánægjulegt að segja frá því að nýji veitingastaðurinn Bistro Galito, hann fer vel af stað og ef einhver er inni og þeir sem ákveð hlýða eiga eftir að fara þarna og hvet ég ykkur eindriði til þess að fara þarna á hann fína veitingastað, frábær þjónusta og topp matur og bara eykur flóruna hér í bæjarlífinu. Ég var þarna stödd í gær og þar voru 3 hópar utan bæjar, ótengdir golfinu. Þannig að þetta er greinilega mikið nota og svona notalegt að sitja þarna úti, komin falleg húsgögn þarna og þetta sitja þarna í svona fallegu veðri eins og er búið að vera núna síðastliðna daga. Samningurinn er virkilega vel vandaður og góður að mínu mati. Þarna er allt upp á borðum og mikið gagnsæi í því og hvar verkaskiptingin liggur og hvar ábyrgðin er. Og þannig ég ætla bara að lýsa ánægju mínu yfir því. En varðandi golfhæfileika formanns bæjarráðs þá bara býð ég henni hér með mér í golf. Það geta allir byrjað einn daginn og grínlaust þá tek ég hana með mér á golfveitinni í sumar. Þannig að takk fyrir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða samningum rekstur Garðavallar. Svo er ekki og þeir sem þá samþykkja fyrirlagðan rekstrarsamning Akraneskaupstaðar og golfklúbbsins Leyni sem rekstur Garðavallar gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þriðji fundarliður hefur málsnúmerið 1809-206 Þroskahjálp húsbyggingasjóður samningur uppbyggingu. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 16. maí síðastliðinn fyrirliggjandi samning Akraneskaupstaðar og Þroskahjálpar stofnframlag Akraneskaupstaðar vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar Þroskahjálpar á 5 íbúðum við Beykiskóga 17. Jafnframt samþykkir bæjarráð fyrirliggjandi yfirlýsingu kvöð sem þinglýsa þarf á lóðina eða íbúðirnar og er í samræmi við lög nr. 52 frá árinu 2016 almennar íbúðir og reglugerð nr. 555 frá árinu 2016 stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæði, sjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. Bæjarráð vísa samningnum til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða eða horfa. Ég heldur bara að koma upp til að fagna því að þetta er hér til samþykktar í bæjarstjórn og vona að uppbyggingin á þessu húsnæði gangi hratt og örugglega fyrir sig. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir og næstur á mælingdarskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að
taka undir með bæjarfulltrúunum Gerði Jóhannsdóttur og fagna því að við skulum vera komin á þennan stað. Ég vísu vilja sjá þetta aðeins hraðar, en við erum þó komin hingað að við erum að samþykkja þennan gjörning og svona til hvatningar að því að þetta hefur tekið svona þetta langan tíma, að því að mér finnst að vera að taka langan tíma, að þá ætla ég að hvetja þá sem að koma að þessum málum og stýra að við förum strax í það að undirbúa það sem við kölluðum á sínum tíma annan áfanga í þessari uppbyggingu og drífum það á stað, þannig að það fari þá í gang fljótlega eftir að þessi hús rísa. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að ræða þennan fundarlið. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara koma hér upp eins og bæjarfulltrúar Einar Brandsson og Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir gerðu og bara fagna því að við séum komin á þennan stað að samþykkja þennan samning og þessa uppbyggingu. Ég get alveg tekið undir þau orð að ég hefði gjarnan viljað að þetta hefði gerst hraðar og ég tek jafnframt undir þau orð að ég er mjög áfram það að við þurfum strax að undirbúa annan áfanga í þessari uppbyggingu eins og við vorum sammála sem áttum sæti í velferðar- og mannréttindaráði á þeim tíma þegar að við fórum í skoðunarferð og skoðuðum uppbyggingu Þroskahjálpar í Sandgerði. En eins og framkom hjá forseta þá var þessi samningur samþykktur í bæjarráði þann 16. maí síðastliðinn og vísað hér til samþykkis í bæjarstjórn. Hér er að ræða að Akraneskaupstaður veiti stofnframlag til þessarar byggingar upp á 22 milljónir króna. Við erum að veita 12% sem er almennt stofnframlag upp á 16,7 milljónir og er samkvæmt lögum almennar íbúðir og síðan erum við með stofnframlag upp á 4% sem er vegna þess að það hefur verið skortur að hentugu húsnæði á Akranesi fyrir hóp fólks sem þennan eða fólk með fötlun og það stofnframlag er rúmar 5,5 milljónir króna. Og þessi stofnframlög skulu bæði endurgreiða Akraneskaupstað þegar öll lán vegna fjármögnunar húsnæðis hafa verið greidd upp en það er þó eigi en 50 árum síðar en stofnframlag hefur verið greitt og það. Sem sagt stofnframlag er þannig að það eru 11,6 milljónir sem eru í formi gatnagerðargjalda, tengigjald, fráveitu og byggingarleyfisgjalda og beint framlag úr sjóðum Akraneskaupstað er rúmar 10,6 milljónir króna. Og seinni hlutinn, þessar 10,6 milljónir króna, þær eru greiddar út þegar að íbúðirnar verður þinglýst leiga á íbúðirnar. Mér langar líka að lýsa sérstakri mikil ánægju 13. grein þessa samnings sem að kveður á eftirlitsskylduna og upplýsingaskyldu eiganda almennra íbúða. Og þarna er verið að hnykkja svona á því sem framkemur í lögunum almennar íbúðir ríka upplýsingaskyldu það að reksturinn sé í lagi og það sé hægt að kalla eftir þeim gögnum og og ef það er ekki gert þá má grípa til frekari aðgerða með félagið og þetta er mjög gott til þess vegna þess að við erum að setja inn fjármagn í góð verkefni eins og þetta og til að tryggja okkar fjármagn sem best inn í félögum sem þessum. Og við erum innan þessu jafnframt fyrirliggjandi yfirlýsingum kvöð sem þinglýsa þarf á lóðin íbúðirnar
og þetta í samræmi við lög almennar íbúðir og reglugerð stofnframlög ríkis- og sveitarfélaga, húsnæðis sjálfseignarstofnana og almennra íbúða. Og samkvæmt þeirri yfirlýsingu óheimilt að veðsetja íbúðir sem stofnframlag hefur verið veitt til byggingar að kaupa nema Akraneskaupstar hafi veitt skriflegt samþykki sitt við veðsetningunni. Og einnig því lýst yfir einungis heimilt að nota fasteignina í samræmi við ákvæði laga og regluna sem gilda stofnframlög. Og við að vísa þessu hér til staðfestingar í bæjarstjórn. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Eru fleiri sem óska eftir að til máls? Svo ekki og þeir sem þá samþykkja þennan samning Akraneskaupstaðar og Þroskahjálpar veitingu stofnframlags vegna uppbyggingar á 5 almennum íbúðum við Beykiskóga 17 á Akranesi og kvöð vegna sama húsnæðis gjöru svo vel að gefa merki. Og það samþykkt 9-0. Þá förum við í 4. fundalið, hann hefur málsnúmeri 1904-197. Þetta eru verklagsreglur gerð viðauka. En bæjarráð samþykkti á fundi sínum það 16. maí verklagsreglur gerð viðauka og vísar þeim til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Og orðið laust þessar reglur, það bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjör svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég veit ekki hvort það einhverju sem sjá okkur, það var einhver truflun á útsendingunni allavega í minnitölu á YouTube eða þarna. En ég þetta nú kannski alltaf spurningin þegar maður að ræða mál í bæjarstjórn, hvort maður að fara upp og gera einhverja smá athugasemdir og þetta mikilvægt, þetta ekki mikilvægt. Við höfum búin að ræða hér í tæpa 2 tíma mjög mikilvæg mál, þannig að þetta kannski ekki þannig lagað efni til þess að lengja fundi mikið, en ég kannski svo ferkantar að þegar ég að lesa texta, ég var búin að lesa þessar verklagsreglur í tölvunni og fannst það bara eðlilegar. Svo fór ég að lesa þetta hérna á blaðinu og ég las nokkru sinnum greinina hérna númer 3 framkvæmd og mér langar aðeins svona, eða hægt kannski þannig að sé alveg skýrt hvað verið að fjalla, að við tölum að, með leyfi forseta, með öðrum orðum ber að gera viðauka vegna útgjalda sem að hafa í för með sér breytingar á tekjum, gjöldum, fjárfestingu eða skuldbindingum í gildandi fjárhagsáætlun. Svo kemur ein setning hérna á milli, svo kemur næsta. Viðauka við fjárhagsáætlun skal ekki gera til að leiðrétta í fjárhagsáætlun útgjöld í rekstri eða fjárfestingar sem þegar hefur verið stofnað til. Í mínum huga í rauninni ekkert sem að heiti kannski leiðrétting. Leiðrétting hlýtur að vera breyting á fjárhagsáætlun. Þannig að það kannski hægt að útskýra þetta fyrir mér, þannig að það liggi alveg skýrt fyrir hvað við erum að meina í þessu. Þannig að ég tel mér nú ekki alveg vitlausan, en þetta stendur aðeins í mér þegar ég að lesa þetta, hvað verið að eiga, eða hvað verið að meina að það skulle ekki gera breytingu til þess að leiðrétta viðauka, en það á að gera viðauka þegar við erum að breyta. Oft erum við búin að taka ákvörðun að stofna til útgjalda og tökum það svo hér inn sem viðauka. Þannig að þetta svona aðeins að rugla mig og
þetta er einhver svona feill, þá er kannski hálfleiðilegt fyrir okkur sem bæjarstjórn að vera að samþykkja eitthvað sem að gengur ekki upp. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gefum hérna örstutt þangkahlé. Það fórum. Orðið er enn laust, verklagsreglur gerð viðauka og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Við erum hér stödd í 3. grein í verklagsreglum vegna gerðar viðauka við fjárhagsáætlun og eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, þú veist þá hann var að velta fyrir sér þarna málsgrein sem að má lesa með leyfi forseta að viðauka við fjárhagsáætlun skal ekki gera til að leiðrétta í fjárhagsáætlun útgjöld í rekstri eða fjárfestinga sem þegar hefur verið stofnað til. Það sem við eigum við með þessu er að samkvæmt nýjum verklagsreglum þá gerum við viðaukar fyrirfram. Þá fáum við samþykki fyrir því fyrirfram að þá erum við að áður við stofnum til útgjaldana og þess vegna erum við að breyta gildandi fjárhagsáætlun eða fara fram á breytingu á gildandi fjárhagsáætlun. Þannig að leiðrétta eða breytingar, það er allavega, ef viðaukinn er samþykktur þá verða breytingar eða á gildandi fjárhagsáætlun. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Já, það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson aftur. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ef að ég skil þetta meininguna með þessu sem er verið að tala þarna, að þá hefði ég kannski valið annað orð en að leiðrétta. Ég skil þetta svona þegar ég var búinn að lesa þetta nokkru sinnum að við erum að tala að ef við erum með millifærslur á milli liða inn í fjárhagsáætlun og erum ekki að fara út fyrir rammann, þá þurfum við náttúrulega ekki að gera viðauka. Ég skildi að þannig allt annað hljótu að þurfa að gera viðauka ef það er einhverja breytingar og vissulega er það gott að fara að ætla sér að gera viðaukan áður við stofnum til útgjaldana en reynslan hefur nú sýnt að það er svolítið erfitt stundum. Þannig að þá þurfum við að gera viðauka fyrir þeim breytingum í rauninni eftir á. En höfum þá stofnað til þeirra. Þannig að ég skildi þannig að það sé verið bara að taka fram, ef ég hugsa þetta í botn, ég leiðrétta mig kannski ef ég er að miskilja, að þannig erum við að tala millifærslur á milli liða innan fjárhagsáætlunar. Það er kannski ekki hægt að segja að það sé leiðrétting sem það kannski getur verið. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Það bæjarfulltrúi Einar Brandsson, við erum til kannski að réttlæta orðið leiðrétting að þá verið að breyta formi á viðaukum. Nú gerum við viðaukana fyrirfram en ekki eftir að við höfum ákveðið að fara í þetta, þannig að og það komur inn bara ábendingar til okkar það að við værum ekki að gera þetta rétt til okkar og fjölda annara sveitarfélaga og með þessum reglum erum við að reyna að breyta forminu, leiðrétta formið með að gera viðaukan fyrirfram núna samkvæmt reglum og sveitarstjórnarlögum, reglugerðum og sveitarstjórnarlögum í samræmi við það. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, og forseti leyfir sér aðeins að blanda sér hér í umræðuna þó stól forseta sé, en svona ég tel að það sé þannig að í þessari málsgrein, þessari 3. málsgrein 3. greinar, að kannski lykil orðalagi sem að þar er þetta sem þegar hefur verið stofnað til. Það skal ekki gera viðauka til að leiðrétta í fjárhagsáætlun útgjöld í rekstri eða fjárfestingar sem þegar hefur verið stofnað til. Það er verið að hnykkja á því að viðaukinn á að vera komin fyrirfram, en það á ekki að gera viðaukana til að leiðrétta eitthvað eftir á. Það sé tímafaktorinn sem er aðalmáli. En orðið er enn laust ef fleiri vilja ræða þessar verklagsreglur gerð viðauka. Svo er ekki, og þá ber forseti þessar verklagsreglur hér upp til atkvæða eins og þær hafa verið lagðar fram, og þeir sem að samþykkja verklagsreglur gerð viðauka gjöra svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt 9-0. Þá förum við í 5. dagskrárlið þessa fundar, og það er hið fyrsta þeirra 3 mála sem tekin voru hér inn með afbrigðum í upphafi fundar. Það er málsnúmerið 1811-021, aðalskipulag Akranes M2, breyting á miðsvæði, Akratorg, Kirkjubraut, Stillholt. Skipulags- og umhverfisráð fjallaði á fundi sínum þann 27. maí síðastliðinn breytingu á aðalskipulagi Akranes vegna miðsvæðis M2 sem er auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdafrestur var til 27. maí 2019. Breytingin nær til reits M2, Akratorg, Kirkjubraut, Stillholt, 7,9 hektara af flatamáli. Breytingin felst í að með auknu byggingarmagni skal auka við bílastæði í göturými með samnýtingu og með bílageymslum neðanjarðar þar sem aðstæður leyfa. Skilmálar fjölda bílastæða vegna aukinnar nýtingar skulu settir í deiliskipulagi. Engin athugasemd barst á auglýsingatíma. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt samanber 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og send skipulagsstofnun til staðfestingar. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem kveður sér ljós. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég kem hérna upp í rauninni bara til þess að fagna því að þetta skipulag skuli hafa í rauninni verið samþykkt af íbúum bæjarins og þeim nágrönnum sem eru þarna, því að samkvæmt þessu þá hefur enginn komið með athugasemd og því ber að fagna, og
það er mjög spennandi verkefni að fá að fylgjast með því núna þá að þarna sé hugsanlega að rísa hótel sem okkur hefur alveg bráð vanta hérna í bæjarfélagið og þetta er fagnaðarefni. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er fulltrúi Einar Brandsson. En fleiri sem að vilja ræða þetta mál. Svo er ekki og þá fer ég hér upp til atkvæðagreiðslu að þeir sem samþykkja með vísan til 32. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 umrædda breytingu á aðalskipulagi Akranes vegna miðsvæðis M2 Akratorg, Kirkjubraut og Stillholt alls 7,9 hektara að flatarmáli og að breytingin verði send skipulagsstofnun til samþykktar. Breytingi felst í aukningu á byggingamagni með fjölgun bílastæði í göturými með samnýtingu og með bílageymslu neðanjarðar þar sem aðstæður leyfa. Skilmálar fjölda bílastæða vegna aukinnar nýtingar skulu settar í deiliskipulagi. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá fyrir við í 7. fundarlið, hann hefur málsnúmerið 1807-077. Þetta er deiliskipulag, stofnanareitur, Kirkjubraut 39. Skipulags- og umhverfisráð fjallaði á fundi sínu þann 27. maí síðastliðinn breytingu á deiliskipulagi stofnanareits vegna Kirkjubrautar 39 sem var auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Athugasemdafrestur var til 26. maí 2019. Breytingin felst í að byggja verslun eða hótel á lóðinni. Nýtingarhlutfall er aukið úr 0,4 til 0,6 í 1,56 og byggt verði allt að 4 hæða hús í götulínu. Breyting á aðalskipulagi var auglýst samtímis, engin athugasemd barst á auglýsingatíma. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt, send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku hennar birt í B-deild stjórnartíðinda. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég undir atkvæði fundarmanna eftirfarandi. Þeir sem samþykkja umrædda breytingu á deiliskipulagi stofnanareits vegna Kirkjubrautar 39 og að breytingin verði send skipulagsstofnun til yfirferðar og að auglýsingum gildistöku hennar verði birt í B-deild stjórnartíðinda en breytingin felst í að byggja upp verslun eða hótel á lóðinni og nýtingarhlutfall lóðar er aukið úr 0,4 til 0,6 í 1,56 og byggt verði alltaf 4 hæða hús í götulínu. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjöra svo vel að gefa merki og það er samþykkt 9-0. Þá erum við komin að 7. lið þessa fundar. Hann hefur málsnúmerið 19.03.168. Þetta er Dalbrautarreitur, greinargerð, lagfæring. En á fundi skipulags- og umhverfisráðs 20. maí síðastliðinn var fjallað breytingu á greinargerð deiliskipulags Dalbrautarreits. Breytingi felst í töflu 2 í kafla 353 varðandi lágmarksfjölda íbúða. Í töflu 5 undir kafla 3.7 er fjöldi bílastæða í kjallara við Dalbraut 4 breytt úr 45 stæðum í 35 stæði. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Orðið er laust þessa breytingatillögu og það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls og þá óska ég eftir því að þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa breytingu svo framlagða gjöra svo vel að gefa merki og það er samþykkt 9-0. Og þá förum við í fundargerðir. 8. dagskrárliður hefur málsnúmerið 19.01.005. Þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér er lögð fram fundargerð bæjarráðs frá 16. maí 2019 nr. 3374.
og orðið laust þessa fundargerð bæjarráðs og fyrst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi og bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég hér komin upp til að fara örlítið ofan í viðamikla fundargerð bæjarráðs frá 16. maí síðastliðnum. Við höfum nú verið hér fyrir á þessum fundi með mál sem voru til umræðu á þessum fundi. Mér langaði að fara samt ofan í örlítið úr þessari fundargerð, allavega hér í byrjun. Hvað var að dagskrálið 1 sem Akranes ímynd, styrkleika og stefnu að þarna tók Sigríður Steinunn Jónsdóttir sem var verkefnastjóri atvinnumála hér hjá okkur sæti á fundinum og fór yfir tillögur sem hún flutti fyrir bæjarráð markaðsátak fyrir Akranes á sviði heilsu og mér langaði bara að þakka Siggu Steinu fyrir virkilega góð störf hér hjá kaupstaðnum og þær tillögur sem hún skilur eftir sig hér hjá okkur vona ég að okkur beri gæfa til að vinna áfram. Við munum taka þetta mál inn í bæjarráð, hvernig við munum vinna að atvinnumálum og markaðsátaki og öðrum slíkum þáttum. Við munum taka þetta fyrir inn í bæjarráðin núna næsta föstudagum hvaða leið við viljum fara í þessum efnum. Hvað var það dagskrálið númer 2, þá eru það gjaldskrá og gatnagerðargjöld það var mál frá skipulags- og umhverfisráði og þarna tók Sigurður Páll Harðarson sæti á fundinum og skipulags- og umhverfisráði leggur til við bæjarráð að verði breyting á gatnagerðargjöldum að við hækkum okkar gjöld og höfum það í samræmi við þann kostnað sem kostar að útbúa lóðir og götur en bæjarráð það fól bæjarstjóra og sviðsstjóra frekari úrvinnslu málsins og við áætlum að þetta verði jafnframt á dagskrá bæjarráðs þann 31. maí næstkomandi og þar sem við komum með bara beina tillögugerð breytingu á gatnagerðargjöldum og það verður lagt fyrir ráðið. Mér langar líka með dagskrálið 3 með fjölliðina húsnæðismál eins sorglegt og leiðilegt og það allt var að þessi bruni varð að þá langar mig að þakka eins og margir bæjarfulltrúar hér hafa gert í dag að þakka öllum þeim sem gengu til verksins fyrir skjót og góð viðbrögð það að starfsemi fjölliðinnar sé nú komin af stað að hluta í nýju húsnæði bara frábært hversu stuttan tíma þetta hefur tekið og ég hlakka til að fara og kíkja á nýjan stað og heimsækja vinnustaðinn og sjá hvernig þau hafa komið sér fyrir og það kemur fram hér í þessari fundargerð að bæjarráð hafi samþykkt að gengið yrði frá leigusamningi við Trésmiðjuna Akur leigu á húsnæði til ársloka 2020 til að tryggja áframhaldandi rekstur fjölliðjunnar og heildarútgjöld á þessu ári vegna leigu og nauðsynlegra breytinga umræddu húsnæði áætlaðar til 12,4 milljónir og síðan eru áætlaðar tryggingabætur vegna eldsvoðans áætlaðar 4,5 milljón og þessu mætt með lækkun áætlaðar rekstrarafgangs á árinu 2019 og bæjarráð samþykki jafnframt undir þessum lið að það veri gert ráð fyrir kostnaði vegna leigu á húsnæði í fjárhagsáætlun ársins 2020 þannig að við höfum það hjá okkur þegar við förum í þá vinnu sem hefst innan skamms. Suðurgata 108 hún var þetta sem dagskrárliður 4 hér
í þessari fundargerð var talsvert mikið til umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi og við í bæjaráði við ræddum þetta mál og niðurstaðan var sú að það væri að bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og bæjarfulltrúi Framsóknar og Frjálsra og vildu fá annað verðmat á, eða væri fasteignasali sem myndi taka annað verðmat á húsinu og myndi jafnframt fá þrívíddarteikningu og sjá hvernig húsnæðið myndi líta út við breytingar, þannig að hvort þetta ná að koma inn á næsta bæjarráðsfund, hvernig það verður. Við fengum líka erindi sem er dagskrárliður númer 6 sem var erindi frá Hestamannafélaginu Dreyra sem var óskum það að fá að stækka reiðskemmuna og með því beiðni snýr að því að þeir myndu sjálfir bera þann kostnað og bæjarráð samþykkti þessa fyrirhugaða stækkun á húsinu með skilyrði að gerður yrði viðauki við samning Akraneskaupstaðar og Dreyra þetta og að áætlaður bótarkostnaður vegna stækkunar verði skýrlega tilgreindur í því og hvernig Dreyri ætla að standa undir þeirri fjárhagslegu skuldbindingu sem því fylgir. Dagskrárliður 7 það var Keilufélag Akranes og það var lagt til að frá skipulags- og umhverfisráði að það yrði farið í að endurnýja 3 Keilubrautir á áætlaður kostnaður 25 milljónir og það var umræða þetta og við fólum fólki að fólum okkar embættismönnum að vinna málið hans áfram og munum taka þetta aftur inn á fund bæjarráðs. Dagskrárliður 9 þá voru útboð tryggingarútboð Akraneskaupstaðar og það munum við vinna með núna á næsta fundi bæjarráðs. Og ég held að sen koma hér mál sem við erum búin að vera að fara í sem eins og samningur rekstur Garðavalla sem er dagskrárliður 10 og það síðan eins og dagskrárliður 15 sem við höfum farið í sem er samningur Þroskahjálp uppbygginguna og síðan er mjög spennandi verkefni sem er dagskrárliður 18 sem er Skagapassin að það var komið tillaga frá bæjarstjóra gerð Skagapassa og sem á að geta veitt íbúum og gestum Akraneskaupstaðar aðgang í sund, vitun og fleiri staði gegn framvísun passa og bæjarráð samþykkti að fela þeim Sædísi Alexíu Sigmundsdóttur verkefnastjóra og Ellu Maríu Gunnarsdóttur forstöðumanni menningar og safnamála að móta tillögur útgáfu á Skagapassanum og leggja fyrir bæjarráð eigi síðar 13. júní næstkomandi og ég hlakka virkilega til að sjá hvað þetta mun fela í sér. Ég held ég fari ekki ítarlegra ofan í þetta svo stöttu, getur verið komið aftur upp það eftir og þakka fyrir mig svo stöttu. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs, það er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar að staldra við nokkur atriði hérna í þessari fundargerð og byrja á fyrsta málinu varðandi ímynd og styrkleika og stefnu Akraneskaupstaðar. Ég bara fagna í rauninni þessu og veit að þetta er að bæjarstjórinn fer þarna fram af ástríðu og
held að það sé bara gott fyrir okkur að svona móta okkur mjög skýra stefnu þennan málaflokk og getur hjálpa okkur í því að draga til okkar fyrirtæki og og ferðamenn og auka svona tekjur og ásýnd fegra ásýnd bæjarins svona til lengri tíma litið þannig að og auðvitað þakka ég Sigríði Steinunni fyrir hennar störf og óska henni velfarnaðar á nýjum vettvangi. Þá langar maður að bera niður í lið nr. 2 varðandi endurskoðun á gjaldskrá vegna gatnagerðargjalda og ég velti svona bara aðeins fyrir mér á hvaða vegferð við erum þarna. Ef maður skoðar í rauninni þróunina frá 2015 að þá erum við að hækka svona gatnagerðargjöld á bilinu 82 til 180% eftir mismunandi tegundum húsa og svona í ljósi nýgerðra kjarasamninga sjálfsögðu þessi hækkun ekki öll að koma til núna, það var gerð hækkun líka sérstök á árinu 2017 og svo þá þessi tillaga núna og nýgerð kjarasamningar í rauninni setja okkur svolítið skyldur og herðar að halda á okkur höndum í hækkun á álögum á íbúana og ég bara held að við ættum að fara mjög varlega í það að fara í slíkar verulegar hækkanir og velta kannski fyrir okkur bara líka svolítið kostnaðarhliðinni á þessum peningi. Þannig að ég allavega mælist þess að við svona hugsum málið aðeins. Okkur ber skylda til þess að halda í verðlagið og við skulum líka hugsa til þess að nágranna sveitafélag okkar hefur nýlega tekið ákvörðun að setja lóðir á útsölu eða allavega verulegan afslátt og við erum auðvitað líka í samkeppni það að fá hingað til okkar fólk og þetta mun að sjálfsögðu hafa áhrif á húsnæðisverð. Það gefur augaleið í mínum huga. Þannig að ég svona bara set fram mín varnaðarorð á þessu stigi máls. Og þá langar mig að staldra aðeins við Suðurgötu 108 margumrædda. Ég svo sem að fagna því að menn hafi ákveðið að fá annað álit á þessari verðlagningu sem liggur fyrir en ég er enn þeirrar skoðunar að það færi betur á því að við myndum í rauninni taka þetta hús í burtu og byggja upp á nýtt og ég held að þarna þurfum við líka þó að það sé auðvitað alltaf skynsamlegt að horfa í krónur og aura í öllum málum að þá megum við heldur ekki kasta krónunni fyrir aurinn. Það skiptir líka máli fyrir okkur að þetta byggist vel og farsællega upp þetta svæði og að lóðurnar verði eftirsóttar. Þannig að ég svona seti spurningamerki við og í rauninni tek undir áhyggjur bæjarfulltrúa Rakelar Óskarsdóttur sem settar eru fram í bókun með þessum lið. Varðandi 5. lið sem setur uppbygging að þá fagna ég þessu. Ég held að það sé mikilvægt aftur þegar við komum að þessum mikilvæga reit í hjarta bæjarins okkar að við vöndum vel til verka og fáum til liðs við okkur fólk sem hefur reynslu af því að byggja upp slík svæði og þar segi ég líka að við skulum ekki spara aurinn og kasta krónunni heldur horfa til framtíðar.
og varandi 7. liðin þá varandi reiðskimun á Æðarodda að þá bara fagna í þessu að við séum og í rauninni bara sérstaklega áræðni hestamannafélagsins Streyra að hugsa inn í framtíðina og svo framvegis. Og varandi 7. liðin Keilufélag Akranes að þá tek ég bara undir bókun bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur það mál. Þá ætla ég að vinda mér í 16. lið umhverfisstefna Akraneskaupstaðar. Það var ánægjulegt að taka þátt í íbúafundinum umhverfisstefnuna og ánægjulegt að sjá að það voru margir sem að létu sig máli skipta, komu og ræddu þarna málin og þetta voru fullt af góðum og skemmtilegum hugmyndum og ég held að við eigum þarna ósótt sóknarfæri fyrir kaupstaðinn inn í framtíðina og hlakka til að halda áfram að vinna úr í rauninni niðurstöðum fundarins og taka til umræðu hér á vettvangi bæjarstjórnar og kannski ekki síst að fara að vinna í því að ná fram stefnumálunum, getum við sagt. Skagapassin, þetta finnst mér bara algjörlega frábært framtak og fagna þessu og bara hrósa bæjarstjórunum fyrir góða hugmynd. Það var ekki fleira. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mannréttindaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja þá á öðrum lið, sem sagt gatnagerðargjöldunum. Ég get tekið undir margt af því sem bæjarfulltrúin Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sagði, að við þurfum að fara varlega í þessu, en jafnframt erum við þá líka kannski frammi fyrir þeirri stöðu að taka ákvörðun það í raun að borga með lóðunum, því að hluti þegar við breyttum þessu síðasta kjörtímabili þá vorum við að reyna að uppfæra þetta sem næst kostnaðarverði en náðum því ekki á öllum tegundum lóða og þá er þetta alltaf spurningin, er það réttlætanlegt að hinn almenni bæjarbúi niðurgreiði lóðirnar, en við erum kannski aðeins á viðkvæmum tíma líka sem við þurfum að taka tillit til og ég tek undir með bæjarfulltrúanum Söndru Margréti að við þurfum aðeins að fara varlega, það er stutt sem við hækkuðum og við skulum skoða þetta mál mjög vel. Það sem ég langar næst að nefna í beinu framhaldi af þeirri umræðu sem við áttum hér áðan, það er fjölliðan húsnæðismál. Það væri forvitnilegt að fá svör við því hvernig þessi liður fellur að þeim verklagsreglum sem við vorum að samþykkja hér áðan. Því mér sýnist að þarna séum við búin að taka ákvörðun útgjöld og samkvæmt verklagsreglunum að þá þurfum við ekki að gera viðauka við þetta.
Þannig að ég sé ekki alveg hvernig þetta á að ganga upp. Því að þannig erum við sannarlega að gera breytingar og ef allt hefði verið eðlilegt og sólin skíni alltaf í heiði að þá hefðum við þurft að gera viðauka, fara með hann allar hringinn og þá værum við ekki byrjaðir að gera eitt eða neitt í því að leysa vandamál fjölliðunnar. Þannig að það var í rauninni þetta sem ég var að benda hér áðan að það er viss ómöguleiki, eins og einhver sagði, í lögunum fjármál sveitarfélaga. Við þurfum að bregðast við á ákveðnum tímum og taka ákvarðanir og höfum engan tíma til þess að vera að bíða eftir því að fara eina formlegu leið. Þetta var afgreitt mjög vel eftir því sem ég var beðinn að samþykkja þetta með e-maili og ég samþykkti það alveg með ánægju og þetta fer allt á stað því að við þurfum að redda málunum og höfum engan tíma til þess að vera að bíða og sennilega verðum við þá kærð fyrir þetta ef allt er eðlilegt. Næsta mál sem ég langar að impra á er Suðurgötu 108. Ég lét skoðun mín að bella í ljós hér, heldur við höfum rætt það hér á síðasta bæjarstjórnarfundi og við erum búin að eyða í eitt mat, við ætlum að eyða í annað mat og svo ætlum við að fara að teikna þetta upp í þrívít bara til þess að komast að því að við ætlum að rífa þetta. Mér finnst þetta illa að fara með peninginn og bið bara meirihlutanum að ganga villusins vegar og hjálpa okkur í því að koma þess á stað og rífa þetta hús. Næsta mál sem ég langar að koma inn á, það er Keilufélagið. Ég get alveg tekið undir með bókun sem að bæjarfulltrúinn Rakel Óskarsdóttir kemur með og í kjölfarið af því að upp á þetta samráð við íþróttahreyfinguna þá langar mig að spurja í rauninni hvernig staðan er á þessu ferli sem við vorum í með uppbygginguna á Jaðarsbökkunum. Það er eins og það hafi sofnað, allavega ef ekki sé neitt það. Ég held að það verkefni ætti að halda áfram, þannig að við gætum þá við fjárhagsáætlunargerð fyrir næsta ár tekið einhver afstöðu leiðir í því máli. Þannig að það væri mjög gott að fá að vita ef einhver getur upplýst hver staðan á þeim starfshópi er og þeirri vinnu sem hann allavega skilaði af sig, hvort að hún fari eitthvað áfram. Ég var líka búinn að krota við 9. liðinn. Ég reikna nú með því að þarna séu menn að setja á blað sambærilegar tölur, þannig að allir séu að bjóða í epli, ekki einhverju appelsínur. Það er kannski hægt að segja, er búið að bera saman tölurnar að menn er að bjóða sama pakkan. Þannig að það er engir skilmálar eitt eða neitt annað sem að kemur svo í baki á okkur. Og líka langar mig að spyrja, ég har kannski verið þá að játa það á mig að ég lagði ekki í það að nálgast útboðsgögnin. En það er spurning hvort að það verður gerð krafa það að viðkomandi félag sem byð í hefði starfsstöð á Akranesi. Meira var það í sjálfu sér ekki. Ég ætla samt að nefna ánægju mína með þáttöku í fundi umhverfisstefnu
Það var mjög forvinnilegt að sitja saman með íbúum bæjarfélagsins og hlusta á hvað menn horfa á þetta frá mismunandi vinklum, hvað umhverfisstefna. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næstur á mælendaskrá í umræðum með fundargerð bæjarráðs bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég langar að koma hérna upp. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og bæjarfulltrúi Einar Brandsson komu hér og ræddu gjaldskráhækkanir. Ég svo sem alveg fyllilega sammála að við þurfum að stíga varlega til jarðar og hérna þetta snúið. Einar kom hér inn á að þarna við værum sannarlega að greiða með lóðunum og við erum enn að gera það. Við síðustu útreikninga þá kostaði lengdametr í gatnagerð 641.000. Við útreikninga í dag kostar hann 810.000 hver metr í götunni. Þannig að þetta eru gríðarlegir fjármunir sem eru þarna. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét kom inn á að þurftum að huga því sem nágrannasveitarfélögin að gera og við sannarlega gerðum það. Ef við berum okkur saman við til dæmis, hún nefndi að hér eitt nágrannasveitarfélag okkar væri með lóðir og útsölu og á þar við Borgarnes. Það rétt hjá henni, við erum náttúrulega sannarlega hærri en Borgarnes og hérna þetta útspil þeirra að setja einbýlishúsalóðir á hérna nánast 0 náttúrulega kemur til vegna þess að það hefur ekki verið byggð einbýlishús þar í mjög langan tíma og þetta náttúrulega útspil til þess að reyna að örva það. Við bárum okkur líka saman Mosfellsbæ. Við erum með töluvert lægri álögur en þeir eru í toppi. Einnig Reykjanesbær, við erum aðeins hærri Reykjanesbær eftir þessa hækkun hjá okkur en þeir eru jafnframt eru í þessari vinnu við endurskoðun á gjaldskrá hjá sér. En við erum hins vegar lægri en Árborg og mér finnst eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á og þá þetta náttúrulega líka alltaf þetta samspil. Við þurfum sannarlega að fara varlega í gjaldskráhækkunum en á sama tíma náttúrulega hinn höndin eiga aðrir bæjarbúar að niðurgreiða lóð fyrir mig meðan ég að byggja eða verktakar að byggja og selja svo og þær hækkanir sem hafa verið. Þannig þetta er alltaf svona spurning en mér finnst allavega að við þurfum alltaf að halda svona einhverjum sens í þessu millibili, hvað eru við að greiða og hvað fáum við inn. Þannig að ég held að þetta sé rétta leiðin hjá okkur og það mín trú. Svo kom hérna, langar mér líka að nefna mál númer hvað þetta nú? Mál númer 16, umhverfisstefnan. Líkt og bæjarfulltrúi Einar Brandsson og Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á, það var mjög skemmtilegt og það var mjög gaman að sjá hvað margir mættu. Helst í mínusinu var það að það var mjög takmarkað á ungu fólki þarna. Það vissulega mikil vonbrigði með svona þessa bylgju sem hefur verið í heiminum og samfélaginu umhverfisvitund hjá ungu fólki og það kannski spurning sem við þurfum að spyrja okkur eftir þetta, hvort við séum að nálgast það á réttan hátt eða hvort við þurfum að beita öðrum aðferðum til þess að ná til þeirra. Nú var þetta sannarlega, þetta var auglýst í staðarmiðlum og þetta var auglýst á Facebook og annað, þannig að erum við ekki að ná til þeirra þar eða þurfum við að setja upp sér vettvang fyrir yngra fólki þar sem það getur komið saman og tjá sig þessi mál. Það allavega, finnst mér mjög mikilvægt að við fáum þeirra rödd inn í þetta. En það var mjög vel að þessu staðið og einmitt eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, það líka gaman að sitja og heyra skoðanir annarra og nýja vinkla og það kom fram margar mjög skemmtilegar hugmyndir
Svo það hérna heitasta máli í bænum, Suðurgötu 108. Ég bara held ég hafi sagt allt sem ég vildi segja á síðasta fundi og ætla bara að loka máli mínu þar. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða hér. Það er svo sem búið að fara yfir eitt og annað í þessari fundargerð og ætla ég ekkert að endurtaka það kannski í löngu máli. Þó vil ég taka undir það sem að hér hefur sagt varðandi gatnagerðargjöldin og hérna á ég þá við alla þá bæjarfulltrúa sem hér hafa komið upp. Og þegar þetta var rætt á þessum fundi okkar í bæjarráðinu þá hérna varpaði ég þeirri spurningu fram hvort að þetta væri ekki kannski heppilegra í næsta áfanga skógarhverfis og hérna það er eitthvað sem að væntanlega verður við áttum að sofa á milli funda að því mér finnst svona erfitt kannski að vera að uppreikna eitthvað sem er komið heldur kannski að horfa til nýrra hverfa í þeirri uppbyggingu sem framundan er og er búið að eða er verið að vinna þetta deiliskipulag. Já, heita kartöflan, Suðurgötu 108. Ég er alveg hissa á hérna félaga mínum Ragnar B. Sæmundssoni að hérna endurtaka ekki leikinn. En ég er bara stríðar. En hérna, það er búið að vitna hér í bókun sem að ég hérna lét bóka á þessum fundi og ætla ég bara með leyfi forseta að fá að lesa þessa bókun. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir lýsir yfir andstöðu sinni að selja Suðurgötu 108 á almennum markaði í nýju deiliskipulagi Sementsreits sem samþykkt var í september 2017 er heimild fyrir því að rífa húsnæðið og hefur umræðan öll verið á þá leið frá því að deiliskipulagsverkefnið byrjaði. Þessi ákvörðun að halda húsnæði við Suðurgötu 108 er því viðsnúningur frá fyrri hugmyndum uppbyggingu á reitnum. Einnig setur bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins miklar spurningar við það hvernig þetta mál hefur þróast frá því að bæjarráð beindi erindi sínu til skipulags- og umhverfisráðs að undirbúa niðurrif hússins á fundi sínum þann 27. mars síðastliðinn. Tilvitnun lýkur. Ég ætla að taka undir orð Einars Brandssonar bæjarfulltrúi hér áðan. Mér fannst hann koma vel á orði þegar hann nefnir hérna að þá að fá nýtt annað verðmat og fá hérna á þessu húsnæði sem að bæjarfulltrúar meirihlutans Elsa Lára Arnardóttir og Valgarður Jónsson samþykktu að yrði gert. Ennfremur vildu þau að það yrði gerð þrívídda teikning til þess að sýna mögulega ásýnt húsa við Suðurgötu. Mér finnst þetta bara svolítið eins og að fá sér litabók og velja sér liti sko. Það er alveg hægt að vera ríkur í Excel eins og ég á margótt sagt hérna og það er líka hægt að teikna fallegar og ljóta myndir þannig að maður getur svolítið panta sér niðurstöður með svona bókunum. Þannig að hérna ég vona bara að þau sjáu af sér í þessu og haldi við fyrri áætlanir okkar á síðasta kjörtímabili að rífa þetta hús. Svo eru þau mörg orð en það var mikið tekist á og menn hækkuðu róminn en við erum það góði félagar hérna í bæjarráðinu að við sitjum þetta nú á bak okkur þegar næsta mál er tekið til umfjöllunar. 7. mál er Keilufélag Akraness og það er líka búið að vitna þessi í bókun sem að ég bókaði þar en ég ætla að fá að lesa hana líka með leyfi forseta. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir telur skynsamlegt að vísa beiðni Keilufélagsins til fjárhagsáætlanagerðar fyrir árið 2020. Einnig er mikilvægt að taka upp frekari samtal við Íþróttabandalag Akraness forgangsröðun fjármuna þegar kemur að uppbyggingu íþróttamannvirkja og aðbúnaða aðildarfélaga innan bandalagsins í kjölfar beiðna sem þessarar.
Afgreiðslu þessa máls var frestað milli funda þar sem að óskað eftir nákvæmari kostnaðaráætlun vegna hugmyndarinnar eins og bæjarstjóri fór hérna yfir líka í skýrslu sinni hér í upphafi fundar þann kostnað sem liggur í endurnýjun á velbúnaði fyrir 3 keilubrautir og uppleggið á þessu fundi var að þetta yrði 25 milljónir í það minnsta. Ég vona að við getum tekist bara einhverja afstöðu til þessa máls á næsta fundar og ég er ennþá á þessari skoðun. Mér finnst 25 milljónir alveg mikið þegar við erum í stöðugri uppbyggingu íþróttamannvirkja og hér hefur verið minnst á Jaðarsbakkahópinn og rauninni hvar er sú umræða stödd í dag. Að það væri kannski fróðlegt að fá það líka inn á fund okkar á föstudaginn, svo við tökum nú bara allan föstudaginn frá og verðum bara á fundi. Það væri bara áhugavert að fá það líka inn á fund. Það hefur verið nefnt umhverfisstefnuna og ég ætla bara að hrósa þeim sem stóðu að þessum undirbúningi, skipulags- og umhverfisráði fyrir flotta vinnu og þau hafa væntanlega úr nógu að moða þegar þau opna umslegin með öllum lituðu spjöldunum og er ég bara virkilega spennt og er bara ánægð með þessa vinnu sem hefur farið þarna fram, virkilega og þeim embættismönnum sem sátu sem hópstjórar stóðu sig allir örugglega með mikilli prýði. Svo er kannski bara 18. mál örstutt. Það er fjármálaáætlun ríkisins 2020 til 2024. Ég ætla að þakka formanni bæjarráðs fyrir þá vinnu sem hún lagði á sig í þessu og fekk, kom svo sem með drög á fund og við ræddum það heilmikið fram og tilbaka að reyna að vanda okkur betur í þessari vinnu sem við ætlum að senda frá okkur og reynir að pikka út þau atriði sem að snerta okkur beint og óbeint og var hún vel úr þeim punktum sem hún fekk á fundinum og fær ég henni bestu þakki fyrir það. Ég held að ég láti þessu lokið hér. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi og bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mér langar að koma örlítið upp og vera með rétta fundargerð fyrir framan mig núna, þannig ég sé nú fara rétt með dagskrárliði og fleira. En hvað var á dagskrárliði nr. 2 sem er gjaldskráin og gatnagerðargjöldin að bæjarfulltrúi Ragnar Baldvin Sæmundsson fór örlítið ofan í þetta, en það er rétt sem hefur komið fram hér á þessum fundi að það var mikil umræða í bæjarráði það hvort við ættum þá að taka þessa hækkun þá út á nýju hverfi þegar nýjar lóðir verða framkvæmdar og ég held að það sé eitthvað sem við megum bara skoða og þetta eru auðvitað góðar ábendingar sem hafa komið meðal annars frá bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur þær orðsendingar sem við fengum og tilmæli eftir kjarasamninga. En það eru auðvitað þessi tveir vinklar á þessu. Við erum með fjármagn íbúa skagamanna hér og við sem samfélag að borga með lóðunum. Við erum ekki alveg í sömu aðstöðu og Borgarbyggð þar sem að þeir hafa setja uppi með lóðir. En þetta er eitthvað sem við tökum bara áfram í umræðinni inn í bæjarráði. Þetta er gott veganesti, þessi punktar sem hafa verið til umræðu hérna. En ég tel það gæti orðið mjög góð lending að sú hækkun sem verði það samþykkt að það taki gildi við nýjar framkvæmdir en ekki á þeim örfáu lóðum sem nú eru til. En við ræðum þetta áfram.
Dagskrárliður númer 3, fjölliðjan viðauki, húsnæðismál, að verklagsreglurnar komur inn eftir þeirri ákvörðun sem að við fórum samþykja verklagsreglurnar á þessum fundi hér núna og þetta var samþykkt þarna á þessum fundi bæjarráðs en við þurfum að hafa þetta í huga og vinna eftir þessum verklagsreglum í næstu málum sem þessum. Óneitanlega allavega meðan við erum að venjast nýju verklagi þá getur vel verið að þetta þvælist kannski eitthvað fyrir okkur en síðan þegar þetta verður komið í takt þá held ég að við vinnum bara eftir þessu eins og smurðu vel og höfum aukafundi eða annað slíkt þegar á þarf að halda og finnum okkur farveg til að fara eftir verklagsreglum þegar uppkoma brýn mál sem þarf að leysa hratt og vel. Suðurgata 108, ég ætla ekki að fara í ákveðin gír í þessu máli, ég held sé bara búin að blása í bíl allavega í þessu máli en mér langar aðeins út af bókunina því að það er alveg rétt sem framkom í bókuninni að það varð ákveðin viðsnúningur í málinu og ég alveg get verið alveg að rólega nótunum núna og rætt þetta og þannig er að ef ég tala bara fyrir mig sjálfa að miða við þá umræðu sem hefur verið Suðurgötu 108 að þá hélt ég bara að þetta hús væri algjörlega ónýtt. Það væri bara ekkert annað hægt að gera heldur en að rífa það og þess vegna tek ég það ákvörðun á þeim bæjarráðsfundi sem vísað til þarna 27. mars síðastliðinn að vera samþykkt því að þetta hús sé rifið. Fæ síðan ábendingar það að það sé ekki hinn raunverulega staða þetta húsnæði og fæ upplýsingar það sem að kemur auðvitað inn í bæjarráð og í fundargerðum bæjarráðs og fórum vel yfir hér á síðasta fundi að húsnæði ekki úrskurðað ónýtt og það gætu verið falin verðmæti í húsinu. Við fórum þó ekki þá leið að afgreiða þetta mál og komast að niðurstöðu í þessu máli á síðasta bæjarráðsfundi heldur eins og hefur komið fram á þessum fundi og fengið ráðleggingar að snúa af þeirri vegferð að þá vildum við fá annað verðmat á húsnæðinu, fulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra og þrívíddarteikningar og síðan tökum við umræðin aftur inn á fundi bæjarráðs og sjáum hvar við erum stödd. Býttu nú við erum dálítið í svona belg og biðu hjá mér þessir minnispunktar. Já, hvað var það Keilufélagið og jaðarsbakkar sem komu aðeins til umræðu undir því að sem sagt það var óskað eftir nákvæmari kostnaðargreiningu hvað varðar þessar áætlaðan kostnaði uppsetning á 3 Keilubrautum að því að það er einhver ákveðin framkvæmda kostnaðar sem einnig fylgir. Við vildum fá frekari upplýsingar það og auðvitað er alltaf mikilvægt og þetta segi ég alveg án að því að við erum eftir að taka umræðina aftur inn í bæjarráði. Auðvitað er alltaf mjög mikilvægt að við gerum það sem í okkar valdi stendur til þess að standa við fjárhagsáætlun en við höfum til dæmis verið hér að samþykkja reglur viðauka og fleira því oft koma brýn málefni upp í meðförum bæjarstjórnar og ýmislegt sem bregðast þar við. Og það sem ég er að reyna að fara að segja með þessu er að það sem ég hef áhyggjur af bíðum við eftir næstu fjárhagsáætlunargerð er bara í rauninni starf Keilufélagsins, hvernig í rauninni það skuli og eigi að fara fram næsta haust og þetta er bara líka eitthvað sem við munum hafa umræður áfram í bæjarráði og vegna þess að þetta og við erum öll sammála það að þarna fer fram mikilvægt starf og þarna eru til dæmis börn sem hafa ekki fundið sig í neinu öðru starfi og
og hvað við getum gert þá til þess að tryggja það starf áfram næsta haust eða hvort möguleiki er að við bara tökum umræðan þetta. Það var spurt stöðuna á framtíðar uppbyggingar vinnunni á Jaðarsbökkum og núna vorum við á fundi þar sem að fyrir nokkrum vikum síðan þar sem starfshópurinn skilaði niðurstöðum og við erum núna líka að bíða eftir niðurstöðum starfshóps framtíðarþörf í leikskólamálum og munum þurfa að taka einmitt þessa báða þætti saman og skoða bara hver okkar bolmagn til þess að ráðast í framkvæmdir og eins og fram hefur komið hér líka bæjarstjórnarfundum að þá hefur verið ýmis greiningavinnu hvað varðar rekstrarkostnað og ýmsar skuldbindingar og annað slíkt sem við munum hafa til hliðsjónar þegar báðir hóparnir eru komnir með niðurstöður og þegar það komið þá ákveðum við hver næstu skref verða í þessum efnum. Ég heyrði ekki alveg þarna spurningu bæjarfulltrúa Einars Brandssonar hvað var það dagskrárlið númer 9 sem voru tryggingarútboð en allavega já þá það vátryggingafélag skilmálarnir að það í skilmálunum að sá sem að fær sem sagt þetta verkefni að sjá tryggingar Akraneskaupstaðar skuli innan 6 mánaða opna hér starfsstöð eða í einhvers konar formi 15 tíma á viku. 16 tíma fyrirgefið, já. Þannig að og samkvæmt þessum var niðurstaða útboðsins að vátryggingafélagið var með lægsta tilboðið minna ég. Og í þessum bæjarráðsfundi var bæjarstjóra falin frekari úrvinnsla málsins. Síðan það dagskrárliður númer, ég alveg búin, númer 16 með umhverfisstefna Akraneskaupstaðar og það var bara virkilega gaman að sitja hann fund og heyra hugmyndir frá öllum hópunum og á því borði sem ég sat á þá bara rosalega miklar umræður hvernig við ættum að stíga áfram í umhverfismálum kaupstaðarins. Við vorum líka bara í matarhlé vorum að velta fyrir okkur líka hvernig við ættum að ná til unga fólksins og það kom einmitt ein hugmynd hvort að þarna hjá einni sem nokkrum árum yngri ég, nokkuð unga kona að hvort það væri einhvern veginn hægt að nota samfélagsmiðil eins og Snapchat og fleira þegar við erum að fara í vegferð sem þessa og nýta okkar stefnu sem verður til á endanum til að reyna að ná til unga fólksins og annara og líka þegar við erum að fara í og auglýsa viðburði að við getum og komum okkur einhvern veginn inn á það. Ekki veit ég nákvæmlega hvernig, ég kann ekki mikið á þetta, ekki drosa flinki þessu þannig að ég er örugglega einhverjir sem að hafa hugmynd hvernig það hægt. Að lokum dagskrárliður 18 fjármálaáætlun ríkisins 2020-2024. Ég ætla að það stendur hér í fundargerð umsögn Akraneskaupstað verður birt á heimasíðu kaupstaðarins. Ég ætla að taka það á mig að ég býst að ég hafi bara ekki sett það í réttan farveg að það fari inn á heimasíðu kaupstaðarins þannig að skagamenn og aðrir geti fengið nánar bara séð hvað við vorum að senda frá okkur og þetta varðaði málefni eins og heilbrigðisstofnunina Höfða, Faxabraut og Kjalarnes og málefni fólks með fötlun, grunnþjónustu og lögbundna þjónustu og ýmislegt sem var okkur, það var eiginlega ekkert okkur óviðkomandi í þessu. Þannig að ég mun bæta úr og senda þetta í réttan farveg þannig að þessar upplýsingar komi hér á vef Akraneskaupstaðar vonandi ekki seinna en á morgun. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Við erum fleiri sem óska eftir að taka til máls. Og það bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar bara svona aðeins að koma aftur að þessum gatnagerðargjöldum umræddu. Og ég meina það eru þetta kannski ekkert ákjósanlegt endilega að kaupstaðurinn sé að greiða með gatnagerðargjöldum. En kaupstaðurinn er líka að greiða með annars konar þjónustu fyrir íbúa hér og við skulum átta okkur á því að það er ekki þannig að þessi niðurgreiðsla fari í vasan á einhverjum verktökum eða einstaklingum en maður horfir á það þannig á endanum það auðvitað alltaf bara neytendurnir, þeir sem að búa í húsnæðinu sem að njóta og það gildir það hvort allt þessum fólk er í leiguhúsnæði eða að því að í rauninni þetta fer bara út í verðlag á húsnæði. Þetta virkar ekkert öðruvísi. Og þannig að ég bara, þú veist, ég er ekkert að segja það að ég sé fullkomlega á móti því að það verði gerð eitthvað gjaldskapbreyting en mér finnst bara svona í ljósi nýgerðra kjarasamninga, kannski fyrst og fremst, að við þurfum að stíga varlega til jarðar og ég held að það sé alveg absolutt allavega þannig að við séum ekki að fara að hækka gatnagerðargjöld á götum sem við nú þegar höfum framkvæmt. Það finnst mér alveg fullkomlega fáránlegt. Og ég held að menn þurfi líka bara eins og segja aðeins að velta fyrir sér hinni hliðin á peningnum líka. Þú veist, hvernig getum við mögulega náðu niður þessum framkvæmdakostnaði? Við getum ekki alltaf einhvern veginn bara að hugsa að hlutin kosta meira, Ég er ekkert að segja það að þú veist að ég einhverjar töfralausnir upp í erminni, en bara það er líka hlutur sem þarf að skoða og velta fyrir sér. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Næsta mánudagskrá er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða að horfa. Ég ætla einungis að tala undir 2 liðum hér í þessari fundargerð og það er fyrst fundarlið nr. 16 umhverfisstefnan og íbúafundurinn sem haldið var hana. Hann heppnaðist afar vel að mínu mati og ég var svo heppin að hafa sennilega yngsta þáttakandan á mínu borði og hennar sjónarmið voru svolítið öðruvísi heldur en okkar hinnar, það verður að segjast og því er bara miður að það hafi ekki fleiri ungir séð sér fært að mæta eða kannski lesa þeir bara ekki póstinn eða sá ekki auglýsingun á Facebook en bara við þurfum eitthvað að skoða þessi mál. Ég heldur síðan bara almennt ekki að ná nógu vel til yngra fólksins. Það er eitthvað sem að, já, pólitíkin almennt þarf kannski líka bara að reyna betur að finna lausnir á. En allavega þá hlakka ég til að fá niðurstöðurnar frá Stefáni Gíslasyni og Salome sem að munu allavega fá það hlutverk að fara yfir alla blessuðu miðana og matriða þá ofan í okkur í skipulags- og umhverfisráði. Svo ætla ég að nefna bara dagskrárlið nr. 17, Skagapassan. Þetta er úr stefnuskrá Samfylkingarinnar og bara gaman að það sé komið hér í framkvæmd og hlakka til að sjá útfærsluna á því atriði en þannig að bara fá að stela heiðrinum af Sævari í þetta skiptið en þetta er þaðan komið allan hugmyndinni þaðan. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Örstutt. Formaður bæjarráðs nefnir hér áðan að varðandi Suðurgötu 108 ábendingar að húsnæði sé ekki ónýtt.
Ég vil gjarnan þá fá það fram á fundi á föstudaginn, hver er það sem tekur það út, er þetta mat eins manns, kemur heilbrigðiseftirliti að þessu og svo víðari, að því að ekki vil ég kaupa hús með myglu og ekki vil ég selja hús með myglu, svo ég segi það hér. Annað varðandi Keilufélagið, þá nefnir formaður líka það hér í pontu að henni líði illa með það að þetta gæti þá bara farið að verið, eða þeir myndu hætta starfsemi ef ekki koma til þessir fjármunir. Ég verð þá líka að segja það hér í ræðustofum, mér er rosalega illa við að mér sé stillt svona upp við vegg að þegar ég þarf að taka ákvarðanir svo mikla fjármuni. Það hlýtur með einhverjum hætti, jafnvel vera hægt að koma til móts með einhverjum hætti, skoða þetta í rauninni hvað peninga við höfum í fjárhagsáætlun 2020. Ef að allir myndu fara að stilla okkur bæjarfulltrúum svona upp við vegg, að þá værum við í svolítið vondumálum og þyrftum að fara að velja hverjum við ætlum að hafna og öðrum ekki, og þá er þetta orðið persónulegt mál. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs, það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri á Áfossdegi. Ég ætlaði nú ekkert að tala þessa Suðurgötu, en ég get alveg upplýst að það voru 2 starfsmenn á sviðinu sem fóru og tóku út húsið, og nákvæmlega held ég á sama hátt og bæjarfulltrúi Rakel sem heldur því fram að húsnæði sé ónýtt, segja þeir að húsið sé ekki ónýtt. Ég veit ekki til þess að þetta er nokkur skýrsla eða bara stafur á blaði það að húsnæði sé ónýtt, annað en bara einhver tal hjá bæjarfulltrúum. Já, ég hef hvergi séð það að húsnæði sé ónýtt, þannig ef svo er, þá væri mjög gaman að komast yfir þá skýrslu. Ég treysti þessum 2 starfsmönnum, en þetta húsnæði er náttúrulega eins og allt annað að kaupandi þarf að taka það út og skoða, og það er engin sjáanleg mygla í húsnæðinu, það er mér sagt, það er engin sjáanleg raki eða mygla í húsnæðinu. Þannig að ég hef ekkert meira en bara þeirra orð, og ég hef hins vegar heldur ekkert, eins og ég sagði áðan, ég hef ekkert það að húsnæði sé ónýtt. Það er ekki til neina skýrslur eða neitt það, annað en bara það sem ykkur hefur sagt og menn bera svo orðið áfram. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða, það stakk mig svolítið þegar formaður skipulags- og umhverfisráðs Ragnar B. Sæmundsson sagði hér að það væri ekkert til raka í húsnæðinu. Nú hafði ég ekki tíma til að fletta upp því minnisblaði sem að úttekt sá fasteignasali sem er þó búinn að taka út húsið. Ég man ekki betur en að það komi fram í því mati hjá honum að það sé raki í húsinu, en það sé óvita hversu mikill hann er. Ég held ég sé alveg að segja satt að það kemur fram í því minnisblaði úttekt. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerð bæjarráðs. Svo er ekki, og er þar með fundargerð bæjarráðs frá fundi númer 3374 lögð fram til kynningar. Þá förum við í 9. dagskrárlið þessa fundar. Hann hefur málsnúmeri 19.007. Þetta er fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2019. Og hér er að ræða 105. fundargerð frá 14. maí síðastliðnum og 107. fundargerð frá 21. maí síðastliðnum. Og orðið er laust þessar 2 fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Lagðar eru fram til kynningar 2 fundargerðir frá skóla- og frístundaráði frá 10. og 21. maí. Ýmislegt fór fram á þessum fundum og ég ætla að minnast á nokkra hluti úr fundargerðanum. Þann 10. maí fengum við kynningu á niðurstöðum rannsóknar og greiningar þar sem hagir og líðan ungs fólks á Akranesi voru rannsakaðar og voru þær niðurstöður því miður ekki svo við hefðum viljað sjá þær og það áhyggjuefni. Niðurstöður voru einnig kynntar þann 20. maí í þorpinu og langar maður að nota tækifærið og þakka þeim sem mættu á fundin. Eins og kemur fram í bókun skóla- og frístundaráðs lýsum við yfir áhyggjum okkar á þeirri breytingu sem kemur fram í niðurstöðunum og lögðum til að stofnaður verði samráðsvettvangur skólana, frístundamiðstöðarinnar þorpsins, fulltrúa frá íþróttahreyfingunni, fulltrúa FFA og fleiri aðila sem eiga hluta máli og efla samvinnu, ungu fólki og fjölskyldum á Akranesi til heilla. Á fundi 21. maí var hluti fundarins sameiginlegur með velferðarráði og þar var fjallað hugmyndina samþætt verklag skólaþjónustu og velferðarþjónustu. Ég veit að bæjarfulltrúi Gerður Jóhannsdóttir fyrir nánari við þennan lið á eftir svo ég ætla að láta staðnumið hér í þessari kynningu. Íbúaþingi skólamál var til umræðu og skóla- og frístundaráð leggur til að stofna verði framkvæmdahópur sem kemur með tillögur útfærslu skólaþingsins sem byggir á hugmyndinu að íbúaþingi verði byggt upp á 3 þáttum. Kynningu fyrir alla þáttakendur, málstofum og í lokin sameiginlegu fundur með þjóðfundaformi. Lögð voru fram lokadrög skýrslu starfshóps framtíðarþörf á leikskólaplássum á Akranesi og opna fyrir athugasemdir sem nú hafa borist og verið að vinna úr þeim. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir og næsta málefndaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar að víkja ídramati grunnskóla í fundargerð frá fundargerð 105. Þar var í rauninni fór fram ídramat á grundaskóla og vil bara óska stjórnendum og starfsmennum þar til hamingju með niðurstöðu matsins. Þetta kom virkilega vel út sem er ánægjulegt. Þá er rauninni þessa ytri staðfesting á því hversu gott starf er unnið innan veggja skólans. Síðan vil ég taka undir með formanni skóla- og frístundaráðs varðandi niðurstöður frá rannsóknum og greiningu. Að þetta er verulegt áhyggjuefni að unga fólki okkar sé í auknum mæli að neyta áfengis og reykja og veipa eins og það er kallað og allt þetta og eins og hún orðaði það svo vel sem ég man nú ekki í augnablikinu hvað heitir, konan sem kynnti þetta fyrir okkur frá rannsóknum og greiningu, að við höfum einfaldlega sofið á verðinum. Og sérstaklega þegar kemur að veipinu. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að sá starfshópur sem er eða samráðsvettvangur sem er lagt til að verði hér stofnaður fara á laggirnar sem allra fyrst og að við í rauninni tökum okkur höndum saman sem samfélag til þess að leiða unga fólki okkar inn á betri brautir í þessu sambandi. Við eigum mikið flottu, ungu og efnilegu fólki og það er okkar fullorðna fólksins og þetta þeirra stofnana og stjórnsýslu sem hér er að passa upp á þau og að laga umhverfið að því að þau séu óhult og eigi framtíðina bjarta fyrir sér. Varðandi seinni fundargerðina
að þá er þarna 5. liður varðandi starfshóp framtíðarþörf á leikskólaplássum og ég bara þakka fyrir það rými sem að var gefið að fá að koma með athugasemdir, senda inn athugasemdir við skýrsluna. Mér finnst það vera virðingavert og mikilvægt að við séum öll upplýst svona fyrirfram hvar við stöndum í málinu. Fleira var það. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Í fundargerð 105 frá skóla frístundaráði er talað undir fyrsta töluliðum ytra mat grunnskóla. Til að bara fagna því að enn sem fyrr kemur grundarskóli vel út úr því mati. Slíkt mat hefur verið gert nokkrum sinnum áður og þeir koma vel út sem fyrr. Undir lið 2, rannsókn og greining, niðurstöður. Þetta er áhyggjuefni hér að tölurnar eru að hækka, sérstaklega varðandi veip og kannabisnotkun og það sem að Margrét Lilja Guðmundsdóttir hélt erindi niðurstöðurnar í þorpinu ansi skelegg þar í sinni framsögu og ég vil taka undir orð bæjarfulltrúa Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur og Margrétar að já, ég held að samfélagi hér hafi aðeins sofið á verðinum, ekkert bara hér. Þetta er lúmst, margt af þessu sem er komið í dag er ansi lúmst. Hún talaði það að veipið væri nýja gateway-druggið sem að áfengi var áður og já, það er bara okkar núna að taka höndum saman í að ráðast að þessum vanda og ég held að fyrst og fremst forvarnirnar faldar náttúrulega í því að hér höfum við gott íþrótt- og tómstundastarf og það skiptir gríðarlega miklu máli í þessum málum og aukin samvera við foreldra og það ber mig þá í fundargerð 106 þar sem að velferðarráð og skóla- og frístundaráð í fyrsta leið er talað hér samþætta verklag skólaþjónustu og velferðarþjónustu. Ráðin héldu sameiginlegan fund þar sem var farið yfir sem sagt þann að fara í þá vegferð í rauninni að samþætta þjónustuna þannig að við viljum að börnunum hérna á Akranesi líði vel og hvernig getum við látið þeim líða betur. Ég held að með þessu samþætta átaki sem að er vegferð sem að bæði Hafnarfjarðarbær, Austurland, Reykjavíkurborg og fleiri bæjarfélög hafa og er að skoða og hafa hafið þessa vegferð í að samþætta þjónustuna, taka fyrra vandanum og það er snemmtæk íhlutun er þarna gríðarlega stór og mikilvægur þáttur í þessu að geta mögulega hjálpa börnum frá því að verða í meira vanda seinna á lífsleiðinni og þá verðum við að skoða þetta með tilliti til fjölskyldunar og mögulega þá að hjálpa fjölskyldunni allri til þess að koma sér í það horf að hún geti alið og búið börnunum sínum gott heimili og góða framtíð og hér á Akranesi viljum við vera heilsubær, andleg heilsa er gríðarlega mikilvæg og að henni ber að búa frá frumbernsku. Þróunarverkefni sem að Hafnarfjörður fór í og þetta Austurlandslíkan sem að byggir á danskum, það er svona fyrirmynd í Danmörku að því sem allavega Austurlandslíkan byggir á. Það er að sem sagt verkferlar og allt er skoðað, mjög svo skipulega. Það er bara hakað við í boxinn, ef að það kemur upp vandi þá fer hann í ákveðin feril og hann er sem í þá fleiri tilfellum leystur mun fyrr heldur en gert er í dag. Enda niðurstaðan er þá sú að
mál verða ekki barnaverndarmál nema þau allra þyngstu, heldur hjálpu við einstaklingunum mun fyrr. Og ég held að þetta sé leið sem að við þurfum að leggja í og óska, og hérna í þessu er lagt til við bæjarráð að það verið ráðið verkefnastjóri til þess að fara af stað í þessa vegferð og ég vona að bæjarráð samþykki tillöguna að sjálfsögðu og svo bara hlakka ég til að takast á við framhaldið. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að fara í sjálfu sér í efnisatriði þessara fundagerða. Bæjarfulltrúar sem að hér hafa talað undan mér hafa farið yfir þessi atriði en það sem að mig langar að benda og ég hef kannski komið að áður að við bendum hverju öðru á ef okkur finnst eitthvað ekki vera alveg rétt í fundagerðunum. Mér finnst þessar tvær fundagerðir skera sig svolítið úr því sem að kannski hefur verið svona blindur áður en þær eiga það sammerkt að á fyrri fundinum eru 8 aðilar skrifaðir inn á fundin en það eru bara 3 sem skrifa undir fundagerðina og seinni fundinum eru 14 aðilar skrifaðir inn á fundin og það eru bara 3 sem skrifa undir fundagerðina. Kannski á þetta einhverja eðlilega skýringar en ég hef allavega, mér hefur fundist allavega fundagerðin frá 10. maí að það hefði unnist tími til þess að fá undirskriftir á hana. Ég held að svona upp á framtíðina sé það mjög æskilegt að þeir sem sitja fundi þeir kvitti á fundagerðirnar og spurning hvort að héraðsskjalavörður Akranes hafi einhverjar athugasemdir við þetta líka. Takk fyrir. Þakka fyrir þessa ábendingu bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem að óska eftir að ræða þessa fundagerð í skóla- og frístundaráðs, það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Mér minnir Einar Brandsson bæjarfulltrúi að þetta er náttúrulega allavega eins og þetta var síðast kjörtímabili varðandi skóla- og frístundaráð svo margir að þeir skrifa í bókina. Mér minnir að það hefur verið reglan síðast og það er auðvitað áfram núna. Mér finnst það bara eðlilegt. En að fundagerðum skóla- og frístundaráðs þá langar mig aðeins að tala undir nokkrum liðum og fyrri fundurinn varðandi annað mál þar, ungt fólk. Það sem að kynntar eru niðurstöður rannsókna og greininga á högum líðan ungs fólks á Akranesi og hvar þau eru stödd í neyslu vímuefna miðað við landsmeðaltal og það er sárt að sjá að þessum börnum fer fjölgandi hér á Akranesi og þá í þessu samhengi langar mig að þakka þeim sem stóðu þessum fundi í þorpinu, virkilega flottur fundur og það er alltaf gaman að hlusta á hana Margréti Lilju Guðmundsdóttur. Ég held ég sótt ykkur 3 fundi með henni. Hún situr þetta upp á mannamáli, hún situr okkur sem erum á fundunum í spor þessa foreldra sem eru að takast á við erfiðleika heima með sínum börnum og maður getur í endalaust spegla sig í því sem hún kemur fram á fundunum og
bara fær ég skólafrístundaráði og Brúnni þakkir fyrir í rauninni þennan fund. En mér langar aðeins að rifja upp hér á fundi bæjarráðs 10. október 2018. Þar óska ég eftir því að það sé tekið á dagskrá fundarins að hefja viðræður við forsvarsmenn minningarsjóðs Einars Darra. Ég er einu sinni áður búin að ýta eftir þessu máli og þá var mér tjá það að þetta hefði farið fyrir Brúna, að mig minnir. Bæjarstjóri kemur þá hérna upp og leiðrétti mig að því að honum var falið að vinna áfram að þessu máli og setja sig í samband við forsvarsmenn minningarsjóðsins. Það er líka kannski svolítið athyglisvert að þetta hafi ekki komið inn á borð skóla- og frístundaráðs og það kannski á sér einhverjar skýringar og það verður þá bara gaman og fróðlegt að fá að vita af hverju það er eða hvort að þetta mál hefur bara sofnað. Ég vil vekja athygli á þessu hér af því að Margrét Lilja talaði sérstaklega um þennan minningarsjóð og hversu gott starf þau eru að vinna. Önnur sveitarfélög komu framar okkur í því að vera í samstarfi við þennan minningarsjóð og ég held að við ættum hægari heimatökin hér að setja okkur í samband við þennan sjóð og forsvarsmenn þess og óska kannski eftir einhverjum svörum með þetta mál og þá í rauninni hvaða leiðir hefur verið hugsað og hvað hefur gerst í millitíðinni frá því að ég óska eftir þessu 10. október 2018. Frábært að skóla- og frístundaráði vil ég leggja til að stofna þannig samstarfsvettvang. Ég fagna því, það er bara í anda þess sem að okkur líður öllum innra brjóst núna að við viljum ekki sofna á verðinum frekar í þessum málum en ég ætla kannski að leyfa mér að segja það hér og það verður kannski ekki vinsælt út í samfélaginu. Ég held þetta sé líka bara það að hér eru 2 aðilar að selja veip og hvar er eftirlitið þar? Ég spyr mig, eða eru þau fleiri, ég veit það ekki, en hvar er eftirlitið þar? Ég leyfi mér að spyrja að því maður heyrir ýmislegt en gróa er á leiti allstaðar þannig að maður veit ekki hvað er satt og logi í því en ég held að það þurfi alveg að skoða það. Á seinni fundunum þar er talað þróunarverkefni Hafnarfjarðarbæjar og Austurlands líkansins. Ég hef aðeins fengið fregnir af þessu verkefnis og mér líst mjög vel á og ég held að þetta sé mjög jákvætt og tel líklega ef ég er á þeirri skoðun að við áskorunar okkar eru gríðarlega margar framundan í bara kjaramálum framundan. Það eru lausir samningar við kennara, það eru lausir samningar við skólastjórnendur og Samband íslenskra sveitarfélaga er því miður bara komið mjög skammt á veg í þessum málum í sínum kjarasamningsviðræðum og það vitum við út af hverju það er. Þannig að stofna til nýrra útgjalda á þessu ári varðandi svona verkefnastjórnunarstöðu finnst mér ekki rétt og við eigum að vísa þessu til fjárhagsáætlanavinnu 2020 en endurtek það samt hér í pontu að mér finnst þetta frábært verkefni og ég er algjörlega hlynnt því að skoða þetta. En finnst rétt að við förum okkur hægt á þessu ári í ráðningum þar sem að það er mörgum spurningum ósvarað í kjara deilunum. Tek undir orð bæjarfulltrúa Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur. Mér fannst þetta fín lending að leggja þetta fram þessi lokadrög skýrslu starfshóps sem okkur gafst tækifæri til að lesa skýrsluna og rýna hana mjög vel og ég held að okkar fulltrúi Sjálfstæðisflokksins hafi skilað því vel að hver áherslur okkar voru í varðandi þessa skýrslu og
Við höfum eftir væntanlega að fá þá eitthvert viðbrögð við þeim athugasemdum sem við sendum inn og hlakka ég bara til að sjá þegar þau verða lögð þá væntanlega fram endanlega til samþykktar í skólafrístundaræði. Já, takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, næsta málnefndarskrá er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Varðandi ritin í fundargerðir, þá er þetta einmitt rétt sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sagði. Það er oft bara mikill fjöldi á fundum hjá okkur og fólk er að koma inn undir mismunandi liði. Og það er alltaf ritað í fundargerðarbók, allir sem koma á fundina. Og svo í svar líka bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir varðandi minningarsjóð Einar Starra. Þetta hefur ekki komið á borð skólafrístundaráðs og ég skal bara athuga hvað málið er statt. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir og næsta málnefndarskrá er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Mér langar að rétt að koma inn á varðandi það sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir var að tala varðandi kostnað að hún lagði til að þetta kæmi inn á fjárhagsáætlun og gerð fyrir árið 2020. Mér finnst við vera of sein af stað. Ég myndi vilja sjá þetta að fá brautargengi nú þegar. Mér þykja málið brýn. Ég held að það muni koma svo í ljós þegar þið aðri bæjarfulltrúar en kannski við Bára Daðadóttir bæjarfulltrúi höfum náttúrulega fengið nánari kynningu á þessum málum. Fleiri sátu svo sem kynninguna Austurland líkanið að eins og í Danmörku þar sem þetta hefur verið tekið upp þá er þetta kostnaður auki í byrjun en þegar til lengri tíma litið þá er gríðarlegur sparnaður. Danmörk fór í þetta á sínum tíma til að spara. Málið er svo að þetta kom betur út í kerfinu, allir möguleikar nýttir. Það sem er dýrt fyrir okkur er að senda börn í vistun. Hvað börn fara í vistun? Það eru þau sem eru komin á endastöð. Það er hrikalegt úrræði að þurfa að senda barn í vistun utan heimilis. Við viljum gera flest til þess að forðast það og þó að þetta sé dýrt í byrjun þá held ég að þetta spari samfélaginu til lengri tíma litið í peningum en umfram allt þá er heilbrigði barns og veljiðan þess það sem mestu máli skiptir. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Ég ætla að fá að allavega upplýsa úr forseta að þó ég viti ekki heldur svo sem hvaða feril málið varðandi minningarsjóð Einar Starra hafi fengið að þá að minnsta kosti fengu nemendur beggja grunnskólanna fyrirlestur frá þeim hópi í vetur. Að minnsta kosti gerðist það, en hversu langt síðan erindið frá því október komið það veit ég ekki og verður kannað. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skóla- og frístundaráðs? Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóra aðrir sem á hlýða. Mér langaði eingöngu að koma hér upp undir dagskrárlið 2 frá fundi 10. maí sem er ungt fólk, rannsókn, greining og niðurstöður. Og það sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á hvað varðar eftirlit með í rauninni rafrættu búð með veipshoppum eða hvað það er. Og ég er að velta því fyrir mig bara hvort að skóla- og frístundaráð eða veit ekki alveg hvað farveg þetta ætti að vera í eða þar. Þannig er í rauninni málið að
það ekki til nein lög í rauninni notkun á rafrettum og það hefur reynt tvisvar að mig minnir fyrir Alþingi að setja lög í rauninni sölu og í rauninni hvar í rauninni sambarlegt tóbaksvarna lögum rafrettur, þannig að það ekki til nein reglugerð eða löggjöf þetta og ég held að það þurfi í rauninni að byrja þar og hvort við þurfum einhvern veginn bara að pressa á ríkisvaldi til hagsbóta fyrir okkar ungmenni að þetta verði gert, að Alþingi hafi þor til að standa í lappirnar og setja löggjöfina þetta. Ég veit að þetta er að málefnaskrá núverandi heilbrigðisráðherra og hefur verið hjá síðustu 2 heilbrigðisráðherrum líka sem hafa farið með þetta tilbaka. En hvort við eigum bara að skora á samræmi við þessa niðurstöðu sem við erum að sjá frá þess að það verði sett löggjöf, við náum kannski, vonandi, einhverju böndum utanum þetta, þannig að þetta var bara tillaga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Svo ekki og eru þar með fundargerðir 105. og 107. fundar skóla- og frístundaráðs hér með lagðar fram til kynningar. Þá fyrir við í 10. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19.01.006. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019. Og hér lögð fram 107. fundargerð frá fundi sem framfór 21. maí síðastliðinn og orðið laust þessa fundargerð og það enginn sem kveður sér hljóðs og þar með 107. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs lögð fram til kynningar. 11. fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.008. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og hér lögð fram ein fundargerð númer 113 og fundi sem framfór 13. maí síðastliðinn og orðið laust þessa fundargerð. Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar, ég ætla nú að vera mjög stutt. Mér langar bara að benda hérna á lið nr. 7 sem eru grenndarstöðar við Dalbraut fjölíðuna. Þegar fjölíðan brann þá stóð til að fara í framkvæmdir. Það eru komin til landsins svokallaðir djúpgámar sem áttu að fara niður við fjölíðuna. Framkvæmdir hefjast bara mjög fljótlega eftir þegar bruninn verður. Þannig að nú verið að skoða aðrar staðsetningar þar sem framtíð fjölíðunnar liggur ekki ljós fyrir hvað við gerum, hvort hún staðsett eða flytur eða hvort við endurbyggjum húsnæðið og þá hvort við stækkum eða breytum eitthvað lóðin eða annað. Þannig að nú verðum við að skoða staðsetningu á þessum gámum við Garðagrund 1-3 sem krambúðin. Þar inn á skipulagi svona grenndarstöðu, við erum svona aðeins í pælingum með hrókeringa en ég held að þetta vera mjög gaman og ég held að þetta verði mjög flott en samhliða þessu erum við að skoða gróin hverfi og eins í skipulagsdrögum fyrir skógahverfi 3B grenndarstöð og eins tölum við að koma niður grenndarstöð á Sementsreit og bara allstar þar sem við erum að fara í framkvæmdir á hverfum að það hafi verið huga að því að það verið grenndarstöðar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar að spyrja hérna út í mál nr. 4, eignasjóður húsnæðismál, bara fá svona pínu reifin á þessu frá formanni umhverfis- og skipulagsráðs. Og síðan fagna ég bara því sem hann fór yfir sjálfur hérna á undan, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, varðandi grenndarstöð. Hlakka bara til að
að sjá gröndastu rísa. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og orðið laust. Þetta fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjör svo vel. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir spurði hér út í lið númer 4, eignasjóður, húsnæðismál. Það kannski ekki nú skýrilegt nafnið annað. Þarna var bara sviðsstjóri Sigurður Páll Harðarson að fara yfir stöðu á þeim eignum sem við erum með. Stöðu á til dæmis, eða staða margra okkar eigna er kannski ekki nógu góð og við þurfum að huga að. Og við hefum bara verið að teikna upp svona sviðsmyndir. Það var að tala lífleikskóli, íþróttamannvirki í Jaðarsbakka, húsnæði, áhaldahús, málefni skrifstofu, bæjarskrifstofuna og skólabyggingar og bara raun og veru svona þessi verkefni sem eru fyrirhugað á næstu árum og bara svona þær sviðsmyndir sem við sjáum fyrir okkur þar. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Svo ekki og þar með 113. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs lögð fram til kynningar. Áður en að við förum í næsta fundalið þá ætlar forseti að bjóða bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur örstutt í pontu til að leiðrétta sjálfa sig frá því í 9. fundalið. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Heyrði, ég kem hér upp áðan og fer með rangt mál og ég vildi leiðrétta sjálfa mig. En það var sem sagt á Alþingi 12. júní 2018 sem voru sett lög rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. En hins vegar þau farið algjörlega fram hjá mér af því að hitinn í umræðinu var svo gríðarlegur, ég var að fylgjast með henni og eins og hinn 2 skiptin eða hvað það var að maður bjóst ekki við því að þetta færi í gegn og ég fylgdi sérstaklega með þessu hélt ég til þess að ég hef mikinn áhuga á því að það væri til löggjöf þessa mál. Hins vegar held ég samt sem áður að við þurfum að kafa ofan í hlutina, kafa ofan í þessi lög, sjá í rauninni þarna til dæmis grein sölustaði, auglýsingar, hvernig sölustaðir megi auglýsa, hvar þú megir nota rafrettur og ég held við ættum bara að kafa ofan í þetta inn í okkar velferðar- og mannréttindaráði jafnvel og skoða hvernig við getum tileinkað okkur þessi lög í okkar samfélagi, börnunum okkar og okkar samfélagi til heilla. En ég bið innilegar afsökunar á því að það færi mér rátt mál og þetta hafi farið fram hjá mér. Afsakið það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og þá eru 2 fundarliðir eftir, 12. og 13. liður og ég ætla að óska eftir að varaforseti leysi mig hér af við fundarstjórn og ljúki fundinu fyrir mig. Ég er ekki barinn en ég þarf aðeins að fá að hvíla raddböndin bara. Já, takk. Allt í góðu. Þá tekin fyrir fundarliður númer 12. Hann hefur málsnúmerið 19.01.010, fundargerðið 2019, höfði hjúkrunar- og dvalarheimili
og það eru fundargerðir númer 95 og 96 frá 3. og 29. apríl 2019. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði að renna hér örstutt yfir fund stjórnar Höfða, þessum nr. 95 og 96. Fundur 95 haldinn 3. apríl síðastliðinn og þar var það dagskrárliður 1 sem var ársreikningur 2018 og það kemur þarna fram í fundargerð að rekstrartekjur Höfða námu 966 milljónum króna og rekstrargjöld án fjármagnslið og afskrifta námu 944,3 og síðan er þetta tíundað allt þarna í fundargerðinni og það var þannig að bara stjórn og framkvæmdastjóri staðfestu ársreikningin með undirskrift sinni. Síðan var það svona hefðbundin dagskrárliður sem er viðburðaryfirlitið sem hefur verið að fara alltaf yfir bara hvað við verum að vera fyrir heimilismenn Höfða. Dagskrárliður 3 bréf til heilbrigðisráðuneytisins, bréf frá heilbrigðisráðuneytinu, ég bara ger ekki annað en að fara með rangt mál hérna. Og þarna var heilbrigðisráðuneyti að svara beiðni Höfða fjölgun dagdvalarrýma og breytingu á almennum dagdvalarrýmum í sérhæfð dagdvalarrými fyrir fólk með heilabilun og þarna fékk Höfði fjölgun á dagdvalarrýmum 5 talsins og það var þannig að það var óráðstöfuð heimild úr heilbrigðisumdæminu sem var til þess að við gátum fengið þessi 5 rými, dagdvalarrými, en við fengum synjun það að breyta dagdvalarrýmum í rými fyrir fólk með heilabilun og þannig að en við fögnum því að fá þau dagdvalarrými þessa fjölgun og þökkum fyrir það sem vel er gert þó við þurfum vissulega að pressa mikið á aðra þætti í áframhaldinu hvað varðar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili og síðan var það undir önnur mál að þar er það dagskrárliður B sem ég hefði viljað aðeins að þetta var ályktun aðalfundar samband fyrirtæki velferðarþjónustu varðandi endurnýjun á rammasamningi um rekstur hjúkrunarheimila og í rauninni vorum við bara að taka undir það er ólíðandi að það sé ekki búið að klára þessi málefni, það sé ekki sé ekki búið að endurnýja rammasamningin og það sé ekki verið að það sé ekki í rauninni taktur í gangi í þeim viðræðum. Hvað var það fund 96 frá sem var haldið 29. apríl að þar var dagskrárliður 1 sem er endurskoðendaskýrslan 2018 og það sem Jóhann Þórðarson fór yfir skýrsluna og þar komu til dæmis ábendingar að það sé veruleg hækkun á áfallinu orlofsskuldbindingu. Það er mikil hækkun á milli ára. Það starfsmenn er að safna upp orlofi og það var bara ábending það að deildarstjórar þurfa að fara vel yfir orlofsstöðu starfsmanna fyrir 15. ágúst ár hvert og það er líka ábendingar það að viðauka að fara sér eftir reglum gerð viðauka samkvæmt sveitarstjórnarlögum og reglugerðum og svona sambærilegt og við höfum verið að ræða hér fyrir kvöld. Þannig að þetta er í farvegi. Þarna voru vistunarmál, það voru að samþykkja vistun fyrir 1 einstakling en það er mjög algengt að sé verið að samþykkja nánast á hverjum stjórnarfundi á Höfða að vera samþykkja á bilinu vistun fyrir 1 til 3 einstaklinga. Það var stjórnarfundur í gær á Höfða. Það eru 22 einstaklingar að bíða eftir hjúkrunarrýmum núna, 14 eftir dvalarrýmum og 27 eftir hvíldarrýmum. Þannig að á 74 rýma heimili með biðrýmunum sem við rekum núna vegna fráflæðis vanda Landspítalans þá eru þetta orðin svolítið há prósent af öllum rýmum heimilisins sem eru núna á bið.
Þarna er líka dagskrárliður 4 sem er starfsmannamál, skráð hér sem trúnaðarmál, en Steinar Adolfsson, hann satt fundinn með stjórn Höfða undir þessum málum og Þura Björk Hreinsdóttir, starfandi hjúkrunar forstjóri, vék að fundinum undir þessum lið. Síðan voru þarna önnur mál sem er dagdvöl Höfða og þá kom tillaga frá framkvæmdastjóra að auka stöðugildi í dagdvöl þar sem að á fundinum undan fengum við tilkynningu það að við værum að fá fjölgun og dagdvalarrýmum 5 talsins og þar með þurftum við mannskap í umönnun. Það var 0,8 stöðugildi sem að fjölgunin var 20, svo sem er yfir dagdvölinni var í 80% starf og fyrir 100% starf og sem var almennu starfsmaður í 60% starf og þetta rúmast innan þeirra fjárheimilda sem við fáum í rauninni með því að fá aukningu á rýmum. Og síðan var það dagskrárliður B sem er þarna ferðaþjónusta fatlaðra og aldraðra að það kom ósk hérna til bæjarins það að það fari fram endurskoðun á samningi við Akraneskaupstöðum ferðaþjónustu fyrir fatlaða og aldraðra frá 29. október. Samningur sem er í gildi núna er frá 29. október 2001. Þannig að ég held að það sé bara gott fyrir alla aðila að rýna þann samning og fara yfir hann. Það hafa orðið breytingar á lögum og reglum líka frá þessum tíma. Þannig að þetta er svona það sem að lá fyrir þessum 2 stjórnarfundum á Höfða sem ég vildi fylgja eftir. Takk. Ég þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir. Orðið er laust. Það er bæjarfulltrúa Ólafur Adolfsson, gjör svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér var eiginlega að fara að leiðast bara þannig í sætinu svo ég ákvað að skella mér hérna í pontu svona til að hressa mig við. En mér langar til að taka undir það sem að Elsa Lára Arnardóttir nefndi hér áðan og varðar ályktun aðalfundar Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu varðandi endurnýjun á rammasamningi um rekstur hjúkrunarheimila og mér sýnist öllu stefna í sama atið og hefur verið undangengin ár sem er þannig að það er ekkert komið til móts við neinar af tillögum eða kröfum fyrirtækja í velferðarþjónustu eða þeirra sem reka í raun í hjúkrunarheimili, svo segjum það bara hreint út, hækkun á framlagi samningsins og það er áhyggjuefni því að þá förum við í rauninni inn í sama spíralinn og við höfum svo sem verið í áður að framlag til hjúkrunarheimila er verulega undir þeim kostnaði sem fellur til og mér langar kannski til að segja frá því svona í restina að ég lagði hann á mig sem ábyrgur bæjarfulltrúi á Akranesi að fara á fundum heilbrigðismál sem haldið var í Norræna húsinu á vegum Vinstri grænna í gærkvöldi og ég vil nú bara segja það sem að heilbrigðisráðherra kynnti heilbrigðisþjónustu á tímamótum og var þar að fara yfir meðal annars heilbrigðisstefnuna og þetta var góður fundur og það er ljóst að Vinstri grænir eru mjög duglegir í að halda þetta sína málflokka og mættu aðrir flokkar svo sem kannski jafnvel taka á sig til fyrirmyndar að því leiti til að þeir berjast og fyrir sínum hugmyndum. Ég var reyndar sammála að hluta til því sem Frank kom fram og hafði reyndar vel áhyggjur af því eftirmyndin en þarna spurði ég heilbrigðisráðherra meðal annars af því hvers vegna heilbrigðisráðuneyti nýtti ekki þann augljósa kost að nýta þau hjúkrunarrými sem eru til í dag sem búið er að byggja og er ekki nýtt og ég nefndi til dæmis hérna baráttu okkar fyrir hjúkrunardalheimilinu á Höfða að það höfði myndi verða fylltur af einstaklingum þegar biðlistinn er langur og það er í sjálfsögur ekkert sem mælir á móti því að við fyllum þessi rými og nýtum þennan möguleika og ég gat nú ekki heyrt annað en að hún var jafnvel sammála mér í því máli og það þýðir að við þurfum kannski að beina spjótum okkar hér, ekki bara gegn velferðarráðuneytinu, heldur mögulega gegn fjármálaráðuneytinu því að þá er væntanlega treðan þeim og ég held að við ættum þá allavega
kannski leggja á okkur að senda að minnstu kosti afrit á fjármálaráðuneyti af þeim pislum eða bréfum sem við höfum verið að senda heilbrigðisráðherra. Ég þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir. Orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða, og mér langar bara að þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir það að koma hér upp og taka undir áhyggjur mínar hvað varðar rammasamninginn og að því að ég hef miklar áhyggjur af því að þetta sé að fara í sama farveg og þetta var fyrir örfáum árum síðan. Þá satt ég nú reyndar hinum með við borðið inn í velferðarnefnd Alþingis og en það var mjög harður slagur og manni sýnir sem það að þetta sé á leiðinni þangað. En ég átti fund með heilbrigðisráðherra og Kjartani Kjartanssyni, framkvæmdastjóra Höfða, núna á dögunum þegar við fengum framlengingu eða eftir þann fund þá fengum við framlengingu á biðrýmunum 4 inn á Höfða fram í apríl 2020. Og það sem við ræddum meðal annars við heilbrigðisráðherra þar var að það í rauninni glórulaust þegar við erum að byggja ný heimili, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, sem við náum ekki að manna, að við þurfum að loka biðrýmum hér og segja upp fólki. Segja upp mannauð sem er með reynslu og vilja til að starfa, vegna þess að ef við þurfum að hætta með biðrýmin þá þýðir það fækkun á starfsmönnum. En sem betur fer þá fengum við framlengingu á þessum biðrýmum fram til 1. apríl 2020 og höfum þá tækifæri til að pressa hvað varðar fjárlaga vinnuna núna með haustinu. Og ég tel það sé mjög gott að þetta er svo risa upp að þessu snúa að þessu málaflokki, að þetta er miklu stærra samhengi heldur en bara hér, að við knýjum á fjármálaráðuneytið og í raun bara ríkisstjórnin alla í þessum efnum að það kostar það sem snýr að hjúkrunarheimilum í dag er að, eins og við höfum oft farið yfir hér og við vitum öll að fólk er orðið mjög veikt þegar það kemur inn á hjúkrunarheimili eða hjúkrunar- og dvalarheimili og þú ert í raun komið með umönnunarþyngd eins og þurfir að vera í hjúkrunarrými þó að rými heiti dvalarrými. Hér erum við með 9 dvalarrými og það er fólk sem fær miklu umönnun í þeim rýmum og við erum í raun að fá greitt helmingin af því sem í raun það kostar að veita þá nauðsynlegu þjónustu sem það er veitt. Þannig að fyrir málaflokkin í heild sinni þá held ég sé mjög gott mitt og ég mun bara fylgja því eftir og við ræðum það jafnvel inn í bæjarráði líka bara og á föstudaginn að það fari afrit á fjármálaráðuneytið líka því að við erum líka að sjá það í ríkisfjármálaáætlun og þá aðhaldskröfu sem er á málaflokkin sem er ekki að auðvelda þá baráttu. En allavega þá er mikil aðsókn í Höfða, góð þjónusta, gott heimili sem við getum verið stolt af og við höldum bara áfram í sameiningu að berjast fyrir aukningu og meira framlagi til heimilisins. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir. Orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs og því eru fundargerðir númer 95 og 96 í stjórn Höfða frá 3. apríl og 29. apríl síðastliðnum lagðar fram. Þá komið að 13. tölulið þessara fundar ber málsnúmerið 19.01.18. Það er fundargerðir 2019 Samband Íslenskra Sveitarfélaga og það er fundargerð númer 870 frá stjórn Sambands Íslenskra Sveitarfélaga frá 11. apríl síðastliðnum. Orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs. Þetta var síðasta mál á dagskrá. Ég ætla þá bara að slíta fundi. Takk fyrir.